Já, komið sæl, sunnudagur og sínir Egils haldast í hendur. Það verið gæskan til okkur í dag. En við ætlum að byrja hérna á vettvangi dagsins. Það Sóley Tómasdóttir, Eyrún Magnúsdóttir og býttu þú, ekki segja mér það, Lilja Rannveig Sigurgeirsdóttir, fyrrverandi þingmaður Framsóknar. En ég ætla að byrja á þeir, Sóley. Nú, já. Hvern fólk hefur aldrei risið upp í íslensku samfélagi núna undanförnu? Fagnar að sigri? Já, og þú veist, það er mjög margt gott að gerast hvað það varðar. Já. Ég meina, og það er, bara, og ekki bara að það er gott að loksins eru sko í þessum afmarkaða kema af samfélaginu, virðast konur, vera jafnvel bara öðlast einhver völd í fyrsta skipti raunveruleg. Já. Heldur virðast þær líka vera að nýta þessi völd. Þú veist, auðvitað eru þær ekki fullkomnar eins og konur, þær eru breyskar eins og aðrir og það er stundur sagt að þegar að vanhæfu konurnar verða jafn margar og vanhæfu kallarnir, að þá séu við kannski farin að nálgast jafnrétti og ég er alls ekki að segja að þessar konur séu vanhæfar en það þarf að vera pláss fyrir að það séu breyskar. Já, og ég meina við höfum verið með vanhæfa kalla út allt í samfélaginu, í alls konar valdastöðum og við höfum aldrei það er bara eitthvað sem hefur verið hluti af öllu og við höfum það er alltaf verið allt í lagi þó að kallar gerir mistök og eitthvað en þegar konur gerir mistök og þá er það alvarlegra. Þær verða fyrir harðari gagnrýni, þær verða fyrir oftari gagnrýni, þær verða fyrir persónulegri gagnrýni. Þannig að við þurfum að vera meðvituð það að þessar konur sem eru núna komnar til valda þær eru breyskar, þær mega vera það og þær munu gera alls konar mistök en þær eru líka að gera alls konar góða hluti. Og það sést bara eiginlega nú þegar að þær eru öðruvísi fas, þær eru öðruvísi framkoma, það eru öðruvísi áherslur og ég bara bind mikla vonir við það. En á sama tíma er þetta ekki eitthvað endanlegt jafnrétti af því að við erum og það er meira að segja sko blikur á lofti sem er bara mjög alvarlegt svo ég fari nú bara beint í að vera neikvæða típan. Að þegar að við tökum og það eru svona það eru vísbendingar að þegar að samfélög taka stór skref fram á við í jafnréttismálum að þá aukist kynbundið ofbeldi að því að þá aukist frústrasjón gagnvart þessu og þannig að þess að konur, ekkert endilega þessar valdakonur, heldur bara konur almennt í samfélaginu, líði þá mögulega, konur og kvár og jaðarsett fólk, líði þá mögulega fyrir þessu auknu völd sem að þessar valdakonur eru að fá. Og það er bara mikið áhyggjuefni og við verðum að vera meðvituð það og þú veist bara eins og við höfum alltaf þurft að vera meðvituð að jafnréttisparadísin. Er þetta staðreynd? Hefur þetta gert svona? Já, það eru vísbendingar þetta að ofbeldi verði og við sjáum það bara að sko frústrasjón, almenn svona samfélagsleg frústrasjón leiðir til þess að ofbeldi gagnvart konum eykst og við sjáum það bara ef að fótboltaleikir fara með einhverjum hætti að þá eykst heimilisofbeldi í ákveðnum borgum í Bretlandi. Það eru svona alls konar, það eru utanaðkomandi þættir sem geta leitt til þess að heimilisofbeldi eykst. Því meira áberandi sem konur eru því það er hluti af því, það getur verið og það er eitthvað sem við verðum að vera meðvituð og við verðum að vita og ég meina og það þó að við séum komið með konur í einhverju ákveðna valdastöður og þá eru það hvítar forréttindakonur á uppistöðu til. Við höfum eftir að einhvern veginn, það er rosalega langt í land að við séum búin að afmá hindranirnar í samfélaginu og rosalega langt í land með að láglaunakonur og fatlaðarkonur og konur á erlendubergi njóti sömu réttinda og forréttinda og við hinnar, en að það er rosalega langt í land og svo er alls konar svona hlutir, ég verð nú að pota þess í því að sko það eru alls konar svona hlutir sem að við erum og einu af ástæðunum fyrir því að við eigum enn það langt í land er að við til dæmis eigum erfiðara með að muna nöfnin á konum heldur en köllum. Já, nei, ég er brandar innan úr síðan. Það er veðmál hvort hann komið sér gegnum eitt þátt getur kynnt alla. En það er, og þú veist, ég er ekki að pota í þig persónlega, heldur nei, ég er það þannig að það er, við tökum síður eftir ég unni til þess og endilega bara. Já, og ég veit að þú þolir það ágætlega. Nei, en þú veist, það eru bara ennþá, það sem ég er að segja jú, það er fagnaðarefni að konur eru komnar í ákveðin hluta af valdastöðum, það er fagnaðarefni að þær virðast vera að nota það. Við erum samt meðvituð að þær eru breyskar, við erum sanngjörn gagnvart þeim þegar við gagnrýnum þau og höldum áfram vegna þess að það er ansi margt sem við höfum eftir. Ég held sko, Sóley er þetta algjör sérfræðingur í þessu einmitt, en mér langar að segja sko, ég held að núna einmitt vegna þess að konur eru komnar svona meira í valdastöður, að við þurfum að vera svolítið meðvitið svona þennan bias, að það er bara þannig, það er bara einhvern veginn innbyggt og
og ábyggilega til rannsóknir á því að við einhvern veginn dæmum konur harðar. Þær fá meira og þingkonur þekkja það alveg ábyggilega að það þarf meira einhvern veginn að fetta fingur út í hvernig að klæða sig, hvernig að tala, hvað áherslur að nota, hvernig röddin þeirra hljómar. Þú veist, maður heyrir oft að einhver sé svo pirrandi og hún er svo pirrandi rödd og hún tala svo einhvern veginn svona og hins einn að reyna einhvern veginn að þú veist, koma okkur út úr þessu eða vera meðvituð og viðurkenna bara, heyrðu, konur eru harðar dæmdar sem eru í valdastöðum, það er bara þannig og við þurfum að geta sagt og viðurkenda til þess að einhvern veginn svona geta bara tekið á því að þú veist, við þurfum að hlusta hvað það að segja en ekki bara býtu akkur í svona astnalegri blússu eða akkur erum með svona skræka rödd eða eitthvað. Það nú bara fjölmiðl í landinu sem að skrifa hvernig konur eru klæddar og hvað klæðnaðurinn kostar og annað til því og hafi verið í þessu áður. Það Smartland sem einhverju vinsalasti vefurinn á landinu. En það er kona að fjalla konur einmitt með þessum hætti. Sem líklega svona 70% af innliti inn í mokkan Smartland. Já, hún nú ekki einamanneskjan sem að þessu og það og ég meina, ég veit ekki hvort þú manst eftir þessu Lilja, en ég var nú var ég alltaf nervös, það ekki Lilja? Jú. Lilja er alveg. Þú ætlar ekki að gera. Þegar ég var í pólitík og ég bara segi það, ég fullyrði það alveg að þegar ég var í pólitík þá fekk ég miklu fleiri athugasemdir það hvernig ég leit út heldur hvað ég sagði og því var yfirleitt blandað saman ef fólk ætlaði að tala það sem ég var að segja að þá var rosa oft ef þú ætlar að vera að tala alltaf feminisma, reyndu þú allavega að vera hugguleg, reyndu þú allavega að ekki vera svona aggressív, ekki vera svona hörð, reyndu að fá fólk með þér meira, ekki vera alltaf ég meina, hann Dagur fekk aldrei, sem ég veist frábært og hann átti það ekkert skilið, en hann fekk aldrei athugasemdir að hann væri of ákveðin, of harður, of þetta. Það var bara alltaf lægi. Eða kallarnir sem ég var að vinna með. En hann væri úr leiðinlegur. Hann var eins og með áramót það hætti að vera leiðinlegur. Já, hætti að tala of lengi. Hann var aðalega. Já. Óskiljanlegur. Eitt af því fyrsta sem ég fekk vikuna eftir að ég var kjörin á þing þá var, já, nú er tími fyrir þig til að endurnýja fataskápinn. Þannig ég tengi nú alveg við þetta, því að þetta er ótrúlega stór hluti af þessu öllu og ég tek líka alveg undir það sem Eyrún talið að það er einhvern veginn miklu meira verið að dæma rödd kvenna og annað og það ef einhver hefur sérstaka rödd þá er það bara óþólandi en ef að karlmenn eru með sérstaka rödd þá er það sérkennið þeirra og við þekkjum náttúrulega suma takta í ræðum og annað sem er bara einkenni þessa karlmanns en það er konur dempa þetta mun meira og ég hef alveg heyrt konur koma úr ræðustól bara, ég geri alltaf þennan kæk og ég er alltaf að gera þetta, ég verð að hætta þessu sem er í rauninni þeirra sérkenni í ræðum og mér finnst líka einmitt talandum það hvernig viðhorf gagnvart konum þá erum við líka að sjá það að viðhorf gagnvart konum í valdastöðum að versna allir verulega og maður fann það á furðulegan hátt á þessu síðasta kjörtímabili að ég fór að heyra það mun meira í kringum mig að brandararnir sem voru í garð kvenna fóru að verða meiri alvara eftir því sem leið á. Bæði á samfélagsmiðlum og svo aðalega hjá bara strákum á mínum aldri og aðeins yngri að þeir voru hættir að vera með brandara þetta heldur þeir, að því að vinhópurinn minn hefur oft verið þannig að maður er svona aðeins að skjóta og reyna að fá fólk að stað. En svo fór maður allt í að heyra það að voru komna svona setningar það sem fólk var ekkert að grínast. Og mér finnst það að vera áhugjefni. Og við sjáum þetta kannski líka bara í algoritmunum á samfélagsmiðlum. Að þú getur verið með 2 einstaklinga sem eru kannski eyða rosalega miklum tíma saman, eru vinnufélagar, en þeir lifa algjörlega sitt hvoru lífinu þegar kemur að símanum. Og við höldum oft reyndar að algoritminn sé mitt tengdur hverjum einum persónulega, en í rauninni skiptir það okkur ótrúlega kynbundið. Já. Og ég ætla bara að nefna hér TikTok sérstaklega. Þú ert kannski með sama vídeóið og þú opnar athugasemdirnar og þú sérð ekki sömu athugasemdir eftir því hvað kyn þú ert. Þannig að Trump og Kamala Harris eru mjög gott dæmi þetta. Kynskiptingin í kommentum sem fólk var að sjá og munurinn á myndböndum var ótrúlega mikill. Þannig að stuðningur karla við Trump var mjög mikill og stuðningur kvenna við Kamala Harris var mitt bara miklu leyti út af þessu og algoritminn farin að stýra pólitísku skoðunum alveg verulega mikið. Og það er líklega stór hluti af því að það þetta bakslag í garð kvenna og hinsegin fólks í dag.
Heimilisjórið tvískiptur, þessi kalladeild og kvennadeild á samfélagsmiðlum. Ég get alveg trúa þessu sko, ég hef átt að undra mig á því hvað ég sé, alltaf verið að reyna að selja mér eitthvað til að losna við svona hvað þetta kvíðfitu, að því ég hef bara komin hann að aldur og og svo alltaf, kemur svona gus af eitthvað svona kvemmansrössum sem hefur verið að reyna einhvern veginn að tróða á mig, sem ég býst bara við að ég sé bara flokkaður sem áhuga maður að losna við kvíðfitu og horfa á kvemmansrössa. Þú er satt söguna Margaret Thatcher, eða ekki? Hún Jó, mér finnst það líka því að því að ég var að hugsa þetta þegar við vorum að ræða, þegar það var formannskjör í Sjálfstæðisflokknum núna síðast, þá kom til tals meðal annars klæðaburður og fas, meðal annars var eitthvað sem var kona sem var með það að Guðrún Hafsteinsdóttir hefði dýpka röddina og þá vitna ég bara í það að þetta verður nú þekkt í sögunni, Margaret Thatcher hefði gert þetta og til þess að fá að lifa inn í kallaheimum að þá verði konur að akta svolítið eins og kallar. Ég meina, þegar ég var í pólitík þá sendi VG heim til mín stílista til þess að fara í gegnum fattaskapin minn og ég var sendið í raddþjálfun af því að ég var of skræk. Allt og est og allt og skræk. Þannig að þú veist, og ég meina og það er samt vinstri sinnaður og feminísku flokkur samkvæmt stefnunni, skilji ég. Ég meina og þetta er staðrend og ég meina og það er bara mjög algengt að það er talað að konur séu of skrækar og of reiðar og of svona og of hinsegin þegar að þessi nákvæmlega sömu einkenni heita eitthvað annað hjá köllum eins og þú veist að segja, sko. Mér finnst þetta gaman að þessu Kristrún, mér finnst hún vera með svolítið svona kvenmannslega rödd og mér finnst hún ekkert alltaf að laga það, mér finnst það mjög gaman sko. En ég hef heyrt fólk segja bara eitthvað, vá, ég er bara fínt að þessum Kristrún að segja, bara meiki ekki röddinnar. Og það er bara óþol, gagnvart konum í almanna rýminu, þetta er bara magnað að maður sé að heyra þetta bara. En sko þetta er nefnilega alveg rosalega djúpstætt og þetta er bara hluti af því sem ég vinn við að fræða fólk og það er hvernig sko ómeðvitaða hlutregnin okkar, hún byggir upp alls konar óþol gagnvart hlutum sem við vitum ekki að vera með óþol gagnvart og alls konar fordóma og skoðanir og tengingar sem við áttum okkur ekki á að við höfum og meiri segja ég sem er búin að vera vasast í feminista í 100 ára, feminisma, að það er alls konar hluti sem ég er líka hluti af og það var einu svona kona sem sagði mig frá því, hún er læknir, ungur læknir og hún er frekar lágvaxin en hún er læknir á Landspítalanum og hún sagði mér þessu sögu að hún var einhvern tímann þau lentu í sem sagt endurlífgun. Og það er bara, þegar það er ásistað endurlífgun á Landspítalanum eða bara þegar ásistað endurlífgun þá veit heilbrigðisstarfsfólk hvað á að gera. Það er bara einhver einn sem tekur stjórnina og byrjar bara, þú gerir þetta, þú gerir þetta, þú gerir þetta, þú gerir þetta, rosalega skýrt, hátt, örugt og svo bara ganga allir verkin. Og það er ekkert bara engin spurningamerki við eitt eða neitt. Það er alvörunni mannslíf í húfi. Hún gerir þetta. Hún er læknirinn í herberginu, hún byrjar bara, þú gerir þetta, þú gerir þetta, þú gerir þetta og það er einhver sem að bregstu og segir, býtu, róaðu þig. Og það er maður sem er dáinn á borðinu hjá þeim. Og eftir á, þau reynda björguðu þessum mannslífi, skilst með samkvæmt sögunni allavega, og en eftir á fóru það að ræða þetta og þá skilst mér að það eru rannsóknir sem sýna að það hafa í alvörunni einstaklinga dáið að því að konur eru síðar teknar alvarlega þegar að þær taka sér svona mikið vald. Við erum bara svo óvönði að sjá konur ræsa sig, við erum svo óvönði að heyra konur í hækkaróminn. Þetta er einhvern veginn, það er búið að tengja þetta í gegnum svo ótrúlega margar staðalmyndir og teiknumyndir og námsefni og kvikmyndir og fjölmiðla og alls konar og smartlöndin öll sem öll að við erum bara orðin svo vöndi að þetta er óþægilegt að okkur finnst það og við munum sennilega bara aldrei geta afbyggt þetta en við þurfum að vera meðvitað um þetta. Það er aldrei. Af því að þetta er svo óbúslega djúpstætt í okkur. En það sem við þurfum að gera, það sem við þurfum að gera er að vera meðvituð um þetta og hætta að láta þetta stjórna okkur. Nei, þetta við ættum að vera að tala um þetta. En hins vegar eins og upphafi var að það var myndað meirihluti í borginni, það voru 5 konur. Þeir sem er ekki í meirihlutanum, það er leitt af 1 kalli og 2 konum. Þannig að konur eru bara þar, það er svolítið öðruvísi en þú komst býst við. Já. En samt voru nú konur að leiða Já, það voru alveg einhverjur konur að leiða lista en ég minna þar sem að ég var og svo er það líka, þú veist, það er ekki alveg bara það að séu konur að leiða listana, sko, því að svo ferðu inn í, svo raðast konurnar með misjöfnum hætti inn í alls konar ráð og nefndir og það hefur kannski aðeins meira breyst núna því að það bara orðið meiri hluti kvenna í borgarstjórn en þegar ég var að þá var þó að konum var kannski að leiða eitthvað þá var ég eiginlega alltaf eina konan. Þú veist, ég var eina konan í þið veitir, eitthvað svona samstarf orkumál og samstarf eitthvað svona kalla dót. En við erum að klára ef við tekjum flokkana sem að voru að bjóða sig fram síðast að því að nú Guðrún kom inn að þá eru bara 2 kallar í forystu, það er í Framsókn og
þar sem að stendur svolítið dæft og í miðflokknum þar sem að stendur mjög traust en það hittur allt saman konur. Svo er maður að horfa á þetta er svona hagsmunasamtök í atvinnulífinu, það er kona sem er talsmaður stórútgerðarinnar og atvinnurekanda og það er þetta kalli í viðskiptaráði. Svona einhver leiti þá er þetta þannig að þú ætlar að selja eitthvað svona hugmyndalega að þá átt að vera með konu. Því að kallandi bara selja ekki lengur. Þetta er samt meira í opinbera geirinum heldur en í einkageirunum. Þú finnur miklu færri konur í forystu hlutverkjum þú ert komin í einkageiran heldur en opinbera. Þeir eiga peningana, sko, þeir geta háðir almenningsáliti eða þeir geta selja neitt almannahaldi. Já, þessi stóru samtök, þú talaði það ekki? Já, ég held að sé ekki tilviljun að það eru valdar konur til þess að vera talsmenn fyrir bara svolítið erfitt málefni eins og kvótan og sem að ég held að sé 80% landsmann á móti kvótanum. Og þá er það þannig að það er miklu snjallara að hafa konu sem talsmann heldur en kall, ég held að. Þannig að þá er maður að velta fyrir sig sko hvort að stjórnmálaflokkarnir séu að bregðast við einhvern veginn sambarlegu, að það sé bara við lifum tíma þar sem að er eiginlega miklu snjallara að hafa konu sem formann Sjálfstæðisflokksins heldur en kall. Já, það var náttúrulega ekkert valum annað hjá Sjálfstæðisflokknum. En ég menna Gulli hefði getað búið sér fram. Já. Hver sem er svo. En það er líka sko umhugsunarefni og fólk hefur séð það að það er umhugsunarefni þegar að konur komast í valdastöðu að valdið færi sig til. Og þó svo konur séu kannski formennsku einhverja samtaka að þá eru þær kannski formenn fyrir hóp sem að er að uppistöðu til kallar sem að er ekkert endilega að sko ber ekkert endilega verðingu fyrir þessum konum eða og það er ein vinkona mín þegar hún komst einhvern tímann í valdastöðu þá ætlum ekki að segja hver það var eða hvar en hún var einhvern veginn allt í einu komin búin að brjóta eitthvað glerþak og þá dreymdi hana að eignast hugtak yfir kalla sem tala við aðra kalla í staðin fyrir að tala við konuna sem þeir eiga að tala við. Þarna tengi ég mjög mikið. Já. Það var mjög oft það sem að kallar í kringum mig fengu skilaboð það sem að ég ætti að gera. Jafnvel sko einstaklingar sem að ég þekkti voru að senda kallana í kringum mig bara herðu, nú er Lilja í atvinnuveganefndin að ræða þetta, þú ætti að segja henni að gera þetta og hitt. Nei, ég ætla bara að gera þetta eins og mér finnst. En bara, jú, þú getur örugglega sagt henni til. Ég ætla bara að gera þetta svona. Ég er búin að leggja marga klukkutíma í að undirbúa þetta mál og lesa umsagnar og vesenast. Ég er alveg inn í þessu máli, sko. Þetta tengist öðru þegar kona er áberandi. Þá var alltaf einhverju kallar á bakvenna sem er að stýra henni. Ég var sakaður að vera að stýra Sólveig Önnu og Sönnu og það er bara eins og það konur megi ekki bara vera sjálfstæðar. Það lítur að vera einhver raspótin á bakvið sem er að, og sem lítið var ég náttúrulega ítundi það með því að vera að tala hagsmunasamtök eina sterku að þau velja sér konu að þetta er skemmtilegt umræður. Já, en þetta er samt sko, þetta á rétt á sér að því að, og ég meina nú hef ég verið kona í valdastöðu og ég meina það eru allstaðar einhverju kallar eins og þú segir sem ætla að segja okkur til þeir eru stöðugt að reyna Varst einhverjum jóða að stýra þér? Að sjálfsögðu, þeir eru alltaf að reyna að segja okkur til allir þessi kallar sem eru í kringum okkur það er samt sko, það er stigsmunur samt sko já, hvernig þeir gera það mjög oft gott, ég fekk líka mjög oft skilaboð þar sem bara hérna er ábending varðandi þetta mál, það er allt annað. En þegar aðri kallar voru að fá skilaboð það hvað ég ætti að gera, það er á allt öðru kaliberi. Þá ekki eftir fyrir að þú sért svona já, ég er bara að hlýða. Já, einhver annar stýrið. Já. Bara ég ætla að tala beint við hendina, en ekki að tala við brúðina. Og sem hefur líka auðvitað með það að gera að þú ert frekar ung. Já. Og það er auðvitað ung kona, það þarf enn frekar að segja þeim til. Já. Svo fekk ég mjög ofta að heyra það væri því ég var náttúrulega glæni í pólitík en ég er samt búin að vera rúmlega 10 ár í þessu. Það hefur verið aðal áhuga málið og maður hefur verið að fylgjast með og lesa mál og lesa frumvörp á kvöldin þegar maður var í menntaskóla og eitthvað sko. Þannig að maður var alveg vel inn í mjög mörgum málum sem maður var að vinna að. Maður var ekki nýgræðingur. Það fyrst ekki að njóta þegar þekkingar sem oft sko, en svo komu stöku mál sem voru mjög erfið. Það sem að þá kom upp svona aðstæður. En ég fekk mjög oft ábendingar góðar. Ég ótt að vera einhvern veginn efnilegar óbúslega lengi. Þú veist, þú ert svo ungu efnileg en samt ertu kannski bara orðið mjög reynslumikil og algjörlega færum að taka afstöðu til mála. Það er nefnilega svolítið þannig að konur eru bara svo ungu konur sem það er að kenna. Já, en það er samt frekar eiginlega þannig að konur eru álitnar efnilegar þegar þær eru raunverulega hæfar á meðan kallar sem eru vanhæfir eru álitnir efnilegir. Skiljið, það er öðruvísi, þú veist, þú getur fundið bara tekið einhvern dreng og sagt, heyrðu, hann er frábær, rosalega efnilegu þessi og það er bara, við höfum tilhneigingu til þessu rannsóknir sína að kallar eru ráðnir inn sem potensial
á meðan konur þurfa að hafa sannað sig, en þó þær hafi reynslu og þekkingu, þá eru þær samt efnilegar. Þannig að sko, hugtakið efnilegt er En svo eru dæmi mjög ólíkt. sjálfstæðisflokksins og Áslaugu Arna, hún verður ráðherra bara rétt eftir fermingu. Og Já, hún var 27 ára eða ekki? þegar varður ráðherra. Nei, var það svo ung, í alveg? Já, hún var hans ung. Það var ekki yngri en það. En hún var búin að vera lengi í pólitík samt. Já, Og það Hún var það. Já. Ég held að yngri konur er ekkert meira minna ábyrjandi heldur yngri kallar, ég held bara eiginlega næstu öfugt, sko. Ja, Í því vorum dag. að tala svona var ég að reyna að rifja upp eitthvað dæmi. Þegar Sanna var kosin í borgarstjórn, þá var hún slóðu met, yngsti sem hefur kosin. Þannig ég held Tók metið að dæði ótsinni. Svo er það ekki svolítið þannig að konur eru alltaf efnilegar, svo er það bara gamlar. Nei, það er ekki eins og þannig, Það er aldrei, sko... Nei, það er mjög ótrúlega Læsni tíminn er aldrei Nei, ég boði. skal, nú slægjum með minnst það svo fyndið og skemmtilegt. Það er sem sagt, kallar eru efnilegir og svo verða þeir reyndir. Og þeir eru bara, það er eiginlega bara þannig. Já. En konur eru of ungar, svo eru þeir á barneignaaldri, svo eru þeir á breytingaskeiði og svo eru þeir á gamlar. Það er ekki meira að meina, það er bara dettur beitt. En það er alveg sama hvaða aldur við erum með, við erum alltaf vonlausar, sko. Já, það er nú ekki meira svo að þið eru í meirhluta bæði í rík og borg. Núna, fyrsta skipti. Pólitíkin sem er kannski ekkit óeðlilegt að pólitíkin er náttúrulega bara svona félagsstörf og það er ekkit óeðlilegt að konur ekki í félagsstörfin, sko. Nei, þetta hefur Þú óhugsandi getur fundið kalla á vellinum og svona en alls það sem er eitthvað svona félagsstarf og þá eru konur alltaf í meirhluta. En hvað breyttur? Var þetta svona frá kvennalistunum og kvennaframbúðunum, Vigdís, Ingibjörg Sólrún eða hvað? 6 milljónir teskeiða sem hafa verið, bara 6 milljónir bara teskeiða sem og fjallið hefur fæst halva metr, sko. Allt þetta og svo öll grasrótavinnan, öll vinna stígamóta og kvennaatkvars og allra kvennana sem hafa verið að beita sér fyrir vitundavakningu allt. Þannig að, já. En eitt að það hefur margt breyst, sko, eins og með fjöldin, en eitt þegar kona kemur núna, tekur að sér eitthvað stórt starf, þá fylgir henni öfutu kallinum að það eigi að koma breytingar af því hver hún er. Og ég hef svona verið að velta fyrir mér svona, mér fundist þetta til dæmis við að hafa verið reynst Katrínu Jakobsdóttur erfitt, því að hún var eiginlega verðlaunin einhvern veginn og var erfitt að vinna út úr þessu. En ég held að þetta sé það sem er sérstætt sem að konur sem að koma og taka eitthvað þar yfir. Já. Að líklega ættu við bara einhvern veginn að redda þessu einhvern veginn, haldi þessu svona gangandi en það hefur bara eins og bara kynslóðaskipti, það er svona meira heldur en kynslóðaskipti sem á að koma þegar konan mætir og ég geti trúið að þetta væri sko svolítið flókið að vinna úr þessari því að einhver leiti er þetta meðbyr en að einhver leiti getur þetta verið erfitt sko að vera sjálf breyting. En er það ekki líka bara því að við höfum ekkert margar ára reynslu af því að hafa konur í svona mörgum stjórnunarstöðum? Þetta er einhvern veginn ennþá nýlunda. Með fyrirmyndir, menna við. Við höfum ekkert haft margar konur í þessu fyrir 20-30 árum. Nei. Þannig að þetta er ennþá nýtt fyrir rauninni öllum og svo tekur bara eitt kjörtímabil að breyta þessu allir tilbaka. Sko þetta fyrirbæri sem þú ert að tala um, það er stundum talað þetta er hugtak sem er svona verið að þróa og hefur verið aðeins svona rannsakað innan kynjafræðinnar sem er kallað glerbrúnin eða glerkletturinn. Og það er að sko konur ná ofta brjótast í gegnum glerþakið þegar að kallar eru búin að klúðra einhverju svo massíft að þeir nenni ekki að taka til eftir sig sjálfur. Og við getum nefnt endalaust af dæmum þetta. Fyrsta bankastýran á Íslandi, fyrsti forsætisráðurinn á Íslandi, fyrsta formaður KSÍ. Við getum tekið bara endalaust af konum sem að komast í einhverju stöðu í fyrsta skipti að því að það er eitthvað megaklúður búið að eiga sér stað. Sjálfstæðisflokkurinn núna. Það er megaklúður. Nei, alveg, það er bara og þá er krafan ekki bara það verður eitthvað að breytast heldur eiga þær að bjarga því sem bjargað verður og þær eru settar út á glerbrúnina skiljiði, út á klettabrúnina og glerdýr og þú veist, og það eru alla líkur á því að þeim mun ekki takast þetta og þá erum við komin með sönnun fyrir því að það skiptir einhver máli, konur eru hvort þið er ekkert góðar í þessu þannig að þetta er svona svolítið catch 22 það er ekki hægt að vinna þetta sko nei það er eitthvað svoleiðis við þetta það séu þá að koma inn við verstu mögulegu aðstæður það er komast yfirleitt fyrstu konurnar sem að komast brjóta glerþak eru yfirleitt konur sem að koma inn við svo hryllilegar aðstæður að það er eiginlega ómögulegt fyrir þær að vera það sem við erum að búast við
Já, það ríkis Jónu stjórnin var svolítið. Já, en þess vegna svo frelsandi núna og ég sé sko, og þess vegna þarf kannski að hafa einhver svona tiltölulega proper konur í fyrstu skiptin. Sjáum þetta með biskupinn. Kemur hérna Agnes biskup. Gerist ekkert mjög mikið. Næsta kona sem tekur við. Þá erum við að sjá einhverja raunverulega breytingu. Svona meira spöngt í henni. Þannig að þetta er einhverja svona... Hún fær starra svið. Já, það er einhverja svona proper borgarlegar konur sem að byrja og ná kannski ekki árangur og við þurfum kannski bara að sætta okkur við það en eru samt kannski búin að ryðja braut og venja okkur við að það séu einhverjar, ég veit það ekki. Það er þá örlög Jóhannu Já. Vegna þess að hún er ekki proper, hún er svona fighter og þess vegna ef þið hugsið aftur að þá sess Jóhannu í Íslandsugunni eiginlega bara fáralur. Því að ég meina, hún nýtur ekki svona virðingar eins og raunverulega Katrín eða Kristrún svona, ég tala bara hvernig Moggin talar Jóhannu, bara... Já, Moggin er nú kannski ekki alveg, Nei, ekki þjóðarsálir. Ég tala hvernig leyft sér að tala hana, sko. Já, en sko Jóhanna Sigurðardóttir algjört íkon. Jóhanna Sigurðardóttir algjört íkon. Ekki svona jaft út allt eins og... Er það ekki? Við veist það bara Nei, hún líka hún það í mínum huga svolítið bakakakart fjölmiðlum og svona Jóhanna hefur verið svolítið svona hún er svona veik núna og kemur ekki viðtöl og svona vegna þess að hún er bara orðin veik meðan hún var í pólitíkinni að þá var hún svona svolítið erfið með það að vilja tala, bara forðaðist stundublaðamenn. Ég held að það sé út af þessu sem að þær voru að lýsa hérna að hvað er erfitt að vera kona fremst og þú ert bara svo hart dæmd og það er alltaf verið að túlka í því hvernig hún segir og gera eitthvað klaufalegt og eldir að þig og ég held að hún hefði bara verið svona að sumuleyti, hún var náttúrulega kemur í gegnum alþýðuflokkin í baráttu við þess að kalla í hvað 30-40 ár. Þannig að þegar hún er forsætisráðherra þá er hún bara með 18 brynjur á sér sko. Og þá er hún líka í fjölmiðlaumhverfi sem að þið voruð, strákar, hluti af það sem ég held ég hafa átt sko samtal við ykkur báða að þú veist, konur voru beðnar að koma í einhver viðtöl með engum fyrirvara eitthvað sem við höfum engan tíma til að kynna okkur. Það kallar þessu alltaf já sko. Já, þeir svo alltaf já og þið skömmuðu okkur alltaf fyrir að við værum ekki til, skiljiði. Nei, ég held ekki alveg rétt. Jú, þetta var þannig. Það var þurfti lengri fyrirvara að því að þeim tíma sem þú ert að tala eða ég held, að þá þurfti þeir að fara að laga á sér hári og svona fyrir Nei. Ég bara hef persónlega reynslu af þessu. Ég er að tala hérna sko bara fyrir 1990 en þeim tíma. Þetta var þannig. Já, en hún var samt, þú veist, þetta er ekki 1990, þannig erum við að tala kannski upp úr aldamótum, þarna er Jóhanna en þá, hún er stjórnmálakona. Og þetta er umhverfið þar sem að í alvörunni var ekki, hvað maður að segja, kynjuð viðhorf til þess hvernig bara fólk þurfti að vildi undirbúa sig og standa sig í fjölmiðlum og þetta var allt eitthvað svona bara þetta reddast stemning og svo voru konur gagnrýndar fyrir að taka ekki þátt í þessu eða ef þær mættu og tóku þátt í þessu þá voru það gagnrýndar fyrir að vera ekki nógu vel undirbúnar. Ég get tekið undir það vegna þess að ef maður er að búa eitthvað með skömmu fyrirvara þá koma kallanir að þeir efast aldrei með í ágæti. Konur hins vegar eru bara aldrei upp við það að efast það þannig að þær vilja vera vel undirbúnar. Þannig ef maður vill halda þessi jafnvægi í kynjahlutfalli í svona þáttum meiri sig en þá í dag þá bóka maður svolítið vel fram í tíman til þess að gefa konunum tækifæri. Ég er alveg, þú veist, þetta var bara þannig. Og sumirleit er þetta svona, maður segir þetta oft svona, þá er maður svolítið svona að hæðast af köllunum sem bara eru alltaf til, alltaf sé bara eftirspurn eftir sér og bara leiðu í opna munnin. Það bara kemur ykkur sannleikur út. Já, en það er ekkert verið að hægast að þeim. Þetta voru dagblöðum, sko, þú getur ekkert bókað fram í tíman konur í viðtal á dagblæði sem er alltaf endurnýr á hverju einu degi. Nei, en þú getur hringt í mannesku og sagt, heyrðu, má ég heyra í þér á eftir með eitthvað, þú veist, eða það eru alls konar leiðir sem er hægt að fara. Ólafur Ragnar svindlaði. Ég fór í gegnum innan skafla, sko. Ólafur Ragnar svindlaði, hann, að því að við vorum að vinna á DFF, þá ringir maður fær svona klukkutíma á morgnana til þess að svona bæta blaðið ennþá, þannig að maður ringir svona svolítið rúmt að og þetta var okkur fréttir. Ólafur Ragnar, hann var svolítið séður. Hann sagði, heyrðu, býttu, ég bara er á leiðin inn í sturtu, hvað er það að spyrja mig má ég hringja á eftir? Og svo fór hann og skrifaði svarið sitt og hringdi svo til kortur og með gott svar. Þetta var regla sem var mjög kennd líka þegar ég var, ef það hringdi í þig og þú veist ekki hverju átt að svara sig, heyrðu, ég er inn á fundi, ég hringi eftir 10 mínútur. Spurja spurningu. Og hvað þarf að spyrja það? Þetta hefur mikið breyst til dæmis að þegar ég byrjaði í blaðamennsku þá var alltaf bara einn kona á ritstjórn. Það var bara þannig.
og hún var og maður sá það alveg að sko sumar þeirra fundu sér bara eitthvað svæði þar sem að þær voru svo góðar í að engi gat tekið af þeim, eins og heiða á tímanum sem að var gat tekið sko ótrúlegustu skýrslur og búið til fréttir úr því og ég reyndi að læra af henni og læra þetta. Svo voru aðra sem að notu aðra aðferði við að lifa í þessum kallaheimi sem að ég meina við ólust upp í blaðamenn sko í bara fáralum kallaheimi. Þegar ég var ritstjóri á blaðinu þá kom Heiða stundum til mín með tilbúið mál sko sem hún var búin að vinna heima, hún bara komin eftir laun sko. Þá kom hún bara með tilbúið mál og þegar að stórkostlegur blaðamaður, en eru blaðamenn að tala um Heiðu sem stórkostlegan blaðamann? Við erum að því. Ég bara aldrei heyrt þessu konu. Nei. En það allir að tala um hvað við höfum verið sniðugir eða Jónas Kristjáns og allir þessi kallar sko. Já, það svona fyrsti reynsluheimurinn þannig, reyndar var Jónas með merkilegum maður. Það er ekki. En líka fullt af konur sem hafa verið frábærar í fjölmiðlum sem við tölum aldrei um. Ritstjóratíðin hans var mjög gjöful sko. Herri, förum ekki að rífast hérna, tölum við eitthvað annað. En svo þetta reyndar mjög áhugaverður punktur varðandi bara fjölmiðla menn og aðra sem hafa einmitt vaxið svona mikið í starfi. Mér finnst þetta mjög mikið áhuggefni hvað fjölmiðla mennum að fækka. Alveg. Gríðarlegar það var bara síðast núna. Hann Lógadóttir Sunna Ósk. Af heimildinni yfir til hvers fórum? Rauða krossins. Og við sjáum að það eru rosalega margir að fara blaðamaður til í eitthvað. Margir farnir á þingið. Það eru mjög margir sem hætta bara og við höfum séð það að það hafa margir fjölmiðlar orðið bara gjaldþrota á síðustu árum. Það eru bara mjög margar pælingar varðandi það hvað að valda þessu. Við erum að sjá að það eru mjög margir ungir blaðamenn sem hætta síðan eftir kannski 5 ár, þannig að reynsla blaðamanna að minnka alveg verulega og bara frá stjórnmálahliðinni þá getur þetta verið mjög þægilegt fyrir stjórnmálamenn. Af því það er ekki hægt að koma stjúftir inn á nein mál. En á sama tíma þá er aðhaldið eiginlega minna, það er mun meira bara verið að elta svona leiðilegar, harðar fréttir. Ég meina, þingmenn fara upp í pontu og passa sig að segja bara eitthvað hnittið og smá illkvinnislegt og þá eru þau bara í fréttunum allan daginn. En það var kannski talað í pontu í marga klukkutíma mjög áhugaverð mál sem var ekkert talað í fjölmiðlum af því að það er ekki nægilega margir sem geta fylgst með þessu. Sama með sveitarstjórnunar. Það er ótrúlega lítið aðhald á sveitarstjórnunum frá fjölmiðlum. Það verður hér eftir, það koma 4 sveitarstjórnum eftir. Allir á höfuðborgarsvæðinu? Nei, Akranesi. Já, ok. Það sem kemur lengst af. Það er ótrúlega margt í gangi út allt land. Þetta er 85% landsmanna búa þessu svæði. Þetta er sem sagt Hvítanna, þetta er sem sagt Akranes, Reykjavík, Kópavogur og Reykjanesbær. Þetta er svona nokkuð drift. En þetta er náttúrulega gríðarlegt vandamálu hvað fjölmiðlarnir veikir og þetta sem þú ert að lýsa, fjölmiðlarnir hafa vel ekki þrek til þess að setja sig inn í neymál. Og sömuleyti hlutur fjölmiðla er að bara kynna sér eitthvað og mæla það fram við almenning og það er mjög mikilvægt að fjölmiðlarnir gera þetta, það sé ekki bara stjórnmálamennir eða ráða fólk sem gerir þetta, því að okkar hlutverk er að horfa á mál frá svona almennu sjónarmiði, mæla það fram á svona almennri stundum sagði með svona leigubílstjórísku sem er bara það sem að venjulegt fólk getur skilið til þess að geti sett sig inn í mál sem er í deglu í lýðræðislegu samfélagi, þannig að allir séu þáttakendur. Ef að þetta er að þvost út úr samfélaginu okkar, þá erum við bara á hryllilegum stað. Og það er svolítið eins og fjórðavaldið þessi verið að bæði markaðurinn eða fyrirtæki, stjórnmálaflokkar séu að í rauninni soga þetta til sín að blaðamenn fara af fjölmiðlum inn í og verða einhvern svona upplýsingafulltrúum þannig að það er farið að reka fjölmiðil inn á hverju fyrirtæki fyrir sig og inn í hverjum stjórnmálaflokki fyrir sig og inn í þannig að aðhaldið er ekki neitt heldur það kemur innan frá og þar með er einhvern veginn skortir þetta alls saman. Þetta er þróun sem ég miklar ágjur af og þetta er ekki bara hér, þetta er allstaðar og það er mjög víða einmitt sem er tekið saman svona þetta hlutfall blaðamenn versus upplýsingafulltrúar, það er bara ákveð hlutfall og ef að það er einhvern veginn þetta er mikið gert í Bandaríkjunum og víðar það er alltaf verið að skoða þetta, hvað eru margir blaðamenn per upplýsingafulltrúa eða hvað eru margir upplýsingafulltrúa per blaðamenn Það hljótur að eiga heimsmyndið því held ég. Nei, ég held reyndar ekki en það er hins vegar hefur verið að breytast mjög mikið en það
það sem ágefni finnst mér vera að miðlum að fækka og það einhvern veginn ekki að taka nýr við eða það vantar nýsköpun og grósku bara í þessum geira og það auðvitað eitthvað sem að þarf að skoða hvernig hægt með einhverjum hætti að snúa því við og það þarf auðvitað að skoða hvernig ríki getur stutt við fjölmiðla sama hvort fólki líkar það betra að vera þetta ekki normal, þetta ekki venjulegur þetta ekki venjulegur rekstur eins og þið eflaust vitið þetta á ekki að vera þannig að það sé að þú þurfir algjörlega reiðað á auglýsingar og þar með umferð eða smelli af því að það yfirleitt kemur bara niður á efninu heldur að það sé hægt að fara ykkur að blanda leið í rekstri og en svo þetta hefur þetta líka með að gera að við erum svolítið vön því að fréttir séu fríar eða semst að efni sé frítt og þetta misjafnt, ég meina þetta hefur verið skoðað bara á Norðurlöndunum og það ólíkt eftir löndu hversu mikið fólk tilbúið til að greiða fyrir fjölmiðla og í Noregi til dæmis þetta hlutfall hvað hæst og þar hefur reyni bara aldrei verið þannig að fréttir hafa verið ókeypis eða efni fjölmiðla hefur ekkert verið ókeypis þannig að fólk aldrei vansti og gerir ekki ráð fyrir þessi frítt heldur bara velur sér það sem það vill greiða fyrir en mér finnst þetta ágefni líka bara varandi svona nýliðun í stéttinni að þú veist að þetta sé kannski ekki fólk sjá þetta ekki sem spennandi starfsvettvang af því það bara mjög fáir möguleikar, fáir vinnustæðir og svona lítið að gerast og en samt kannski líka svo ég komi að mitt félag, blaðamannafélag reyndar að standa fyrir svona sem kallast lausnamót í næstu viku sem það sem á að safna saman fullt af fólki, bæði blaðamönnum og fleirum til þess að reyna einmitt að rýna í þetta hver framtíð blaðamennsku og fjölmiðla á Íslandi og hvað hægt að gera til þess að styðja við þetta af því það verður að gera eitthvað það verður að finna eitthvað lausnir, ég held að blaðamönnum á síðustu 20 árum hafi fækkað þú veist, ábygglega 40% eða eitthvað En hvað er fjölmiðl og hvað þú veist, hvað með all podcastinn og allt þetta, hvað eru þau mörg eitthvað Það svolítið flókið, það kannski líka þú veist, hvernig fóta hefðbundnir, ef við tölum hefðbundna miðla sig í þessum heimi podcasta þannig, að því að síðan líka ósvöldlega hættulegt að mínum að þetta allavega, svona þetta við þurfum að segja við erum bara öll blaðamenn, það geta bara allir verið blaðamenn af því að það ekki hvað sem auðvitað blaðamennska, þó að þú ákveðir að setjast fyrir fram að mikrofón og segja eitthvað og ég til dæmis allavega, og ég kannski gamaldags en mér finnst ég kann ósvöldlega mikið að meta það að geta hort eða hlusta eða lesið fréttaskýringar og svona það sem verið að fara kafun í mál ég svona sæki minna í skoðanaefni eða það sem einhver bara situr og segir mér finnst þetta nema það sé byggt á einhverju þekkingu eða einhverju rannsók en það hins vegar ósvöldlega mikið framboð af því fólki sem til ég setjast fram að mikrofónu og segja bara mér finnst þetta af því að eitthvað og það kannski og það verður alltaf erfiðara og erfiðara sérstaklega kannski fyrir ungt fólk eða ekkert sérstaklega bara fyrir alla, það verður alltaf erfiðara og erfiðara að svona greina á milli, hvað eru vandaðar upplýsingar, hvað þú veist, hvað raunverulega frétt og hvað bara einhver að segja eitthvað og þú veist, sem hefur ekkert endilega neitt vita á því eða ég ætti ekkert endilega taka mark á þeirri skoðun umfram aðra, þannig að þetta er auðvitað orðið bara ósvöldlega svona ósvöldlega mikill frumskór. Það líka eitt varandi þetta að sko einmitt þegar þú ert komið svona margar sem eru bara með skoðanagreinar og einmitt podcast og það kannski verið að skrifa fréttir upp úr því og annað sem ótrúlega skemmtilegt afþreyingarefni en svo ertu komið með gervigreindina ChatGPT sem byggir svör sín algjörlega á efni sem til á netinu óháð því hver staðrindin á bakvið það. Svo ertu að fá kynslóð sem að alast upp við það að ChatGPT svariðum bara öllu leyti og þá ertu komið með það að þú spyrir ChatGPT að einhverju og það náttúrulega leitar í gögnum og þar eru skoðanagreinar bara til jafns við fréttaskýringar og það kannski mun meira, það bara ein fréttaskýring og 20 skoðanagreinar það hvað fréttaskýringin röng og þá byggir ChatGPT náttúrulega bara á massanum og aðrar gervigreindir
Þannig að við erum þá að fann að sjá það að það komin ákveðin upplýsingaóreiða og það eru komin svo mörg svör sem eru byggð á gervigreindinni að gervigreindinni fann að byggja svörin á sjálfu sér. Já. Heilu ritgerðirnar og annað sem er bara byggt á þessu. Þannig að þetta líka tel ég miklu leyti sé kannski ástæðan fyrir því að það sé bakslag mitt í ýmiss konar réttindum vegna þess að massin sem til af neikvæði efni í garð hinsegin fólks, í garð kvenna, í garð bara við sjáum allan heim til þessi garð svartra að massin efnin er á ensku og það er mjög mikið að neikvæði efni til sem er verið að byggja gögnin á. Þannig að það er líka eina af ástæðan fyrir því að ritstýrðir fjölmiðlar skipta svona miklu máli þegar með svona mikinn massa af upplýsingum og það er ekkert mál að bara googla eitthvað eitt orð og finna ótrúlega fjölda af málum að vita bara, heyrðu, ok, ég veit þá allan að þessi er að með staðrindin á hreinu, leggur í mikla rannsókna vinnu, skoðar þetta, tala við rétt aðila, að því það er ekkert mál að taka bara eitthvað eitt mál og einmitt tala það í klukkutíma og það er mjög skemmtilegt að fylgjast með því, en stundum er þetta almannavarnamál. Já. Og nú erum við komin í tíma upplýsingaóreiðu, umræðu her, umræðu stöðu í Bandaríkjunum, umræðu Pútín og Úkraínu og allt sko. Þú veist, þarft að vera með einhvern stað sem þú veist, þessar upplýsingar eru líklegastar til að vera réttar. Og þeim stöðum er að fækka. Já, akkurat. En svo er það líka, bara svo ég takk hérna smá tvist á að því hvað er almannavarnamál? Að því að auðvitað er það líka almannavarnamál að það sé ekki verið að níðast á jaðarsettu fólki í fjölmiðlum og að við séum, þú veist, það er líka, ef við viljum að fólki geti liðið vel í samfélaginu, að þá eru almannavarnir líka að standa vörð hatursorðræðu, eða vinna gegn hatursorðræðu gegn jaðarsettu fólki. Að því að þeirra öryggi er í alvörunni í húfi í þessum pitti sem að þú ert að lýsa þarna. En þessi ritstýru fjölmiðlar, þeir eru náttúrulega ekki hefðbundnir. Þeir eru að verða til svona einhvern tímann á síðustu öld, verða sterkir og ráðandi svona upp úr seinna heimsstyrjöld, kannski svona 50-60 er þetta að fara að mótast erlendis, við erum með þetta kannski svona í einhverju mótun, þú veist við áttum náttúrulega RÚV sko, Ríkisútvarpið, en þetta er í svona mótun bara upp úr 1970 sko. Eitthvað svoleiðis og núna er þetta fallið og þá erum við komin í blaðamennsku kannski líkara því sem hún var og það voru svona skoðanagreinar og podcast allir þessi kallar gáðu út sitt eigið blað sko, Jón Ólafsson og Einar Benediktsson og eitthvað fleiri og þannig var sko stjórnmálaumræðan byggð upp á það sem var ekki svona ekkert endilega samkomulag í samfélaginu að út úr þessari ritstjórn kæmi sko sannleikur þannig að við erum mér finnst því að talandi blaðamannafélagi, mér finnst það svolítið að hanga á því að þessar ritstjórnir séu eina blaðamennskan. En það er náttúrulega alls konar blaðamennska önnur, þú veist, sem að mér fannst, svona þegar maður upplifði það hvernig það eru dómkirkjur sem að við ólumst upp í. Með hann háa predikunnarstól, hann að sannlega segi yður í fréttunum þetta helst, þegar það hrundi. Þá fannst mér það líka einhver leiti svona, já, þetta er bara, nú erum við komin á nýjan tíma, nú erum við bara að fara aftur fyrir þennan tíma og reyna að finna eitthvað vit í blaðamennskunni, hvernig við getum verið að sko, vafra samfélagi og reyna átt okkur á því og endur segja það með einhverjum hætti. Þannig að ég held að við séum bara á, við lifum náttúrulega á svoleiðis tíma, þetta við lifum á tímum populískra stjórnmála, við lifum á tímum, þú veist, eftir fjölmiðla tímana, eftir tímana og sumuleyti þannig er það. Og við getum ekki verið einhvern veginn og haldið að sé hægt að endurista með ríkisstyrkjum eða eitthvað, ég held ekki sko. Þess að ég sé ekki að móti ríkisstyrkjum til fjölmiðlana og ég meina, mér finnst þetta allt vera rosalega mikilvægt og við verðum að gera eitthvað í þessu sem við byrjum á að tala að frasi minn er einhvern veginn svona þegar ég byrjaði í blaðamennsku, það var svona kannski 250 blaðamenn en einn upplýsingafulltrúi, hann hét Jón Hákon Magnússon. En núna eru líklega kannski bara svona 150 blaðamenn eftir en það eru 900 upplýsingafulltrúar og þess að við vorum við fljótið að reyna að moka upp og segja frá því. Núna eru 900 manns fyrir ofan fljótið sem eru að sturta ykkur í það sko. Þannig að þú veist það að greiða úr fljótinu í dag er bara allt önnur vinna heldur en var þegar við vorum. Við fórum bara og spurðum vitni hvað var að gera og sögðum fréttinnar. En núna er þetta meir og minna búið að reyna að afvegaleiða þetta og þvæla þetta og þannig að fljótið er allt spamar að menga sko. Við höfum líka sko þeim tíma þá höfum við aðgangað öllu valdafólkinu. Já.
Ekki bara, við gáttum bara hringt í ráðherra eða trist við sumum alveg og öðrum ekki. Síðast þegar ég var á ritstjórn þá sagði við blaðamennina bara við birtum ekki eitthvað sem upplýsingafulltrúi segir. Það bara við birtum það ekki. Og mér finnst að til þessi svo RÚV og svona ef að þeir eru að berjast fyrir blaðamenn svona. Af hverju verið að tala við forstöðumann greiningadeild í bönkunum? Hverjum dettur það í hug? Þeim. Þetta bara rögg. Þú getur talað við fólk í háskólanum sem byggir á svona ritrýndum greinum og einhverju þekkingarleit. Þetta bara maður sem vinnur hjá banka sem að okra okkur alla daga, sem einhvern veginn að telja okkur trú það hvernig efnahagsmáli að þróast á Íslandi. Ég bara næði þessu ekki. Og hefur of mikill hagsmuna að gæta. Algjörlega. Hann við ætti að vera ef hann kem í setti, þá ætti hann að vera með hatt sem að stæði ekki taka mark á þessum manni. Þannig ég skil ekki þess að undirlagi blaðamennskunnar. Þannig ég held að við þurfum líka eitthvað svona að vera stoltari og almenningu þarf að vera bara, við þurfum eitthvað svona eins og vakningu að vita að auðvitað það ekkert satt sem að Samtök atvinnulífsins segið að viðskiptaráð. Akkur eru við bara kastljós eftir kastljós bara með línuna frá viðskiptaráði. Hvaða rugl er þetta? Það já. En það er annað í þessu með, að því að sem mjög svolítið áhugavert, með að því að það er búið að vera að berja svo mikið á fjölmiðlum, á blaðamönnum og þeir eru gagnrýndir og það hafa bara verið bara mjög, bara árásir á blaðamenn, bæði hér og annars staðar og stjórnmálamenn stundum leyft sér að tala mjög bara illkvittnislega blaðamenn og blaðamennsku og gert lítið úr fjölmiðlum og annað og endanum hefur þetta áhrif og þetta hefur þau áhrif að það er einhvern veginn, menn eru bara farnir að þetta gerist það ekki kannski samdægurs eða bara einu degi eða bara allt í einu, heldur með tímanum að það verður að þannig og mér finnst, maður sjá það bara í umfjöllunum pólitík á Íslandi að það verður oft, fréttin er bara, honum finnst þetta og hinum finnst hitt. Flott. Og það er fréttin. En auðvitað á blaðamarinu verið að greina máli og segja, hérna er risastórt mál og hér við erum með þessi gögn og þessar heimildir og fleira. En akkurat, og eins og þú veist að nefna, það er þetta líka þannig í þinginu stundum og ákveðnir þingmenn læra inn á það að þú getur bara sagt eitthvað og þú veist að það verður fyrirsögn. Af því að þú bara orðar það nú krassandi og það bara herri flott. Og þá einhvern veginn er þetta bara komið og ég er ekkert að gagnrýna fréttamenn eða blaðamenn endilega því að oftast er þetta bara fólk sem vill gera þetta vel en þegar það er þegar búið að berja svona mikið á þér þú ert bara endalaust að fá að heyra ef þú segir fréttina svona þá ertu hlutdræg með þessum, ef þú segir hann einhvern veginn öðruvísi þá ertu að draga taum eitthvað annars að þá verður fólk á endanum bara hérna er bara staðrendir og þið bara lesið í þetta. Samt verður blaðamennir að hafa eitthvað viðþór við Jónas Kristó kallar þetta grannablaðamennsku við hættum staðis og köllum þetta hann segir, hún segir fréttir þetta er bara tilgangslaus dreifing upplýsinga, þetta er tilgangslaust ef það er að blaðamaður þá verður að setja það inn í það og þú verður að reyna áttað á málinu og þú er trúnaðamaður lesanda og þú verður að segja honum hvað þú telur verða réttast ekki endilega að segja alltaf sannlega að segja yður en þú verður að stilla þið upp þannig að fólk sé ykkur nær. Ég er alveg viss það að helgar er bara einn fréttamaður á vakti á sín á Stöð 2. Bara, og ef það er lítið til, maður þekkir þetta, ef það er lítið til frá vikunni sem hefur svona verið geymt, að þá kannski það er einn fréttamaður með tökumann að anskotast á marga staði og þá verður það sem er skrifað eða gert verður mjög þunnt. Það er ekki hægt að setja sér lengra inn hvað segir þetta? Já, það var með það núna í gærkvöldi var eitthvað svona greinilegt að fréttamaðurinn var ekki búinn að kynna sér neitt en hvað er það að gerast hér? Þetta er alveg galið. En svo er þetta, hann segir, hún segir fréttir þetta er, það er fólk sem að heldur og einmitt að bæði vegna vanmáttar margra fjölmiðla og tímapressu og alls konar hluta og kannski líka metnaðarleysis að einhverju leyti að þá er mjög oft og ég hef bara frá því ég byrjaði að koma fram í fjölmiðlum undanfarin 21 ár að það er mjög oft sem að fjölmiðlafólki finnst eðlilegt að það sé einhver á móti mér af því að það þarf að vera svo mikilvægt að fá bæði sjónarmið á því sem að ég er fram að færa og þá er það yfirleitt þannig að ég er fengin í settið og svo einhver sem er á móti jafnrétti
og byrju, ég er sérfræðingur í þessum málaflokki og það er bara einhver sem hefur skoðun sem er jafngild, skoðun hans er jafngild sérfræðiþekkingu minni. Þetta klikkaðist að þegar frelsisbarátta samkynhneigðra byrjaði. Hommandi voru svona meira áberandi og þeir komu í sjónvarpið og voru að tala sko, hagsmuna og frelsisbaráttu samkynhneigðra. Þeir þurftu að tala það við sko, Gunnar í krossinu með eitthvað laus. Hvað er það? Akkurat. Og þetta er held ég hluti af, ég meina þetta er einn hluti af því sem einhver kalla polariseringu eða uppgangi öfgahægrisins að þau hafa komist upp með, öfgahægrið hefur komist upp með að slengja fram einhverjum skoðunum af ótta við fjölbreytileika og mannréttindi sem að hefur einhvern veginn verið gert jafn hátt undir höfði og sko mikilvægri og eðlilegri mannréttindabaráttu, skiljiði. Og það er einhvern veginn, og það er mannréttindabaráttan orðin að einhverjum pól, Er það eitthvað öfga? Svo fær það hatrið, það fær dreifingur á samfélagsmiðlum af því að það vekur athygli, fólk verður reitt, fólk fer að deila því. Það fær miklu meiri dreifingu heldur en eitthvað sem er jákvætt og fólk bara lesta einu sinni og pæli sín ekkert frekar í því. En ég bið ykkur samt að undanskilja okkur gömlu hérna, við þetta gerum við aldrei gert að segja og svona, við alltaf unnið okkar fréttir. Já, þetta er... En mér langar að spyrja Lilja Rannveig Sigurgeirsdóttir, hvernig fórst hún illa fyrir Framsóknarflokknum í kosningunum? Já, svaraði sko, já. Nei, þið hljóta að vera búin að ræða þetta ykkar á milli. Já, það náttúrulega, svo þegar kemur að svona stöðu þá líka þannig að það er kannski engin sammála heldur. Nei. Það náttúrulega hafa allir sína skoðun á því af hvernig það fór illa. Síðan er mjög sérstætt að heyra það að við fengum náttúrulega mjög mikið á okkur að við höfum ekki verið að standa okkur á mál sem við höfum verið að koma fram með, hafa ekki verið nægilega góð og við höfum ekki verið að vinna okkar nægilega mikið og svo það er gagnrýni sem kom frá þeim flokkum sem eru núna í ríkisstjórn og eru að koma fram með sömu mál. Þannig ég átta mikið heldur alveg á því, bara málefnin sem að þið hafi verið að grafa undan núna í ykkur ár þegar að koma fram með nákvæmlega sömu mál. Oft ekki einu sinni breyting á málinu frá því hún kom inn til okkar í þingflokknum og við vorum að fara yfir og lesa. Þannig að það er kannski líka sýnir að mögulega gæti verið embættismannakerfi í ráðuneytinu verið bara svo sterkt að það skiptir ekki máli hver ráðherra. Stundum er það svoleiðis. Það virðist vera það í sumum ráðuneytum. En ég held að það hafi verið bara til dæmis frá mínu sjónarhorni oft komið mál sem að maður brann algjörlega fyrir og aðgengið að ráðherrunum var svo gott að maður gat bara sett svona niður með þeim og rætt málefni og tekið kannski einhverja klukkutími í að ræða það. Átti ég sem labba út og skrifa grein á móti ráðherrann sem er búin að sitja með mér og er að skoða málið. Ég get þá ekki verið að taka eitthvað risastórt mál og verið með leiðindi í fjölmiðlum þegar aðgengið er svona gott. Þannig að það er líka þessi fína lína, sko, það er frekar erfitt að vera þingmaður í stjórn út af þessu aðgengi. Maður getur til og með tekið bara mál eins og varðar veginn á Vesturlandi. Nú bý ég hérna á Vesturlandi og það hefur náttúrulega verið þannig að veginnir eru orðnir mjög slæmir þar og það var mjög mikið til umræðu hjá okkur. Það hefur samt bara verið þannig að þeir hafa versnað mjög hratt og þegar þungaflutningar eru svona miklir þá náum við aldrei að halda í við það. Þannig að við náttúrulega ræddum það mjög mikið inn í okkur og það var bara vinna í gangi og það var náttúrulega mjög erfitt að fara þá út og tala endalaust um það þegar við gátum náttúrulega að tala um það hjá okkur. En kannski þurftum við að segja bara meira, við vorum kannski ekki nóg duglegir því að segja bara, við erum að ræða þetta rosa mikið hjá okkur, við erum komið með þessa sérfræðingu og annað að vinna, við erum að skoða hver eru næstu skref sem við getum tekið. Svo náttúrulega eru þær aðstæður núna að uppgangur til dæmis, bara vöruflutninga hefur orðið það mikill að þó að veginni séu lagaðir í sumar, þeir munu líklega vera slæmir aftur, viðhaldsþörfin eykst, ferðamannastraumurinn eykst. Þetta er náttúrulega bara stóra máli þegar ég var að ferðin í kjördæminu. Þú er ekki að sett út á þetta með formann sem samgöngur á þetta? Náttúrulega, við rættum þetta mjög mikið og hann var í því að skoða þetta og við vorum að versnast í þessu og það var ekki nógu mikið sett inn á samgönguáætlun síðast og svo kláraðist ekki samgönguáætlun. Þetta var klálega eitt af því sem var farið að skoða. Því að við náttúrulega vorum að ítast í því að við erum settur meiri peningur í þetta en svo var þetta bara ekki klárað. Þannig að við komumst til dæmis aldrei í það að breyta neinu á síðasta kjörtímabili við sem vorum ný. Sigur Ingi sagði að Sjálfstæðisflokkurinn væri ekki stjórntækur, hann hafi verið svo erfiður í samstarfinu. Sum voru mjög góð í samstarfi, sko.
En hann sagði þetta, Sigurður Ingi, eftir kosningar. Sum þeirra voru mjög góð í samstarfi, en það var svolítið erfitt að vinna með hópi sem var ekki lið. Við vorum mjög mikið að vinna út frá því, við vorum oft ósamlega, við vorum svolítið lið. Við tókum rökræðinir inni og svo bara fórum við saman út í þetta. Sem virtist ofta ekki vera staðan hjá Sjálfstæðisflokknum. Þú kannski varst búin að ræða varst með nefndum og kláraðir og svo fóru þau inn á þingflokksfund og það kom allt önnur staða út. Skil. Þannig að það var oft mjög erfitt. Og kannski það sem Sigurður Ingi var að meina. Já. Meðal annars. En þetta eru 3 ólíki flokkar, það voru mismunandi sérsta og það rosalega erfitt að vera í 3 flokka ríkisstjórn. Það það. Saknar þú þingmennskunar? Já, ég geri það. Ég myndi ekki mæla með þessu við neitt, en ég myndi alltaf gera það aftur. En þess að þú ert víst til að bjóða þig fram aftur? Já. Sjáum til hvernig það verður bara, þetta gerist allt mjög hratt, sko. Maður veit aldrei hvernig staðan þegar kemur að kosningum. Mér finnst ótrúlega margt vera mjög skemmtilegt. Mér fannst þingmennskan vera mjög skemmtileg og ég bara brenn fyrir þessu. Mér finnst það svo gaman. En mér finnst margt annað líka ótrúlega skemmtilegt. Ég í rauninni fór af stað leið og kom í ljós að ég var ekki á þingi, þá hugsaði ég líka bara okkur þar ákveðin tækifæri fólkin þessu. Nú get ég sagt hvað sem hvað sem Gjörðu vel. En þetta svona, það líka ákveð frelsi fólki í því að vera ekki í þessari stöðu. Af því að þú náttúrulega ert líka bara að vinna saman sem lið, en þú ert líka í þessari ábyrgðarstöðu að stýra heilu samfélagi. Það líka bara, þú átt heldur ekki að grafa undan fólkinu sem þú ert að vinna með, sem líka eitthvað skilaboð sem sumir virtust ekki vera að fá. Af því að þetta ef við ætlum að vinna áfram að því að bæta réttindi fólks, ef við ætlum að vinna áfram að því að fara áfram með mál, þá þarf fólk að vera samstíga. Og svo kemur kannski einn aðili bara, nei, nú ég að fara í prófkjör, nú þarf ég að sýna mig. Og fer út úr liðinu. Það gerir hlutina svo erfiða. En þetta bara, svona gengur samt pólitíkin á sama tíma. Þú ert að tala alveg svo þingmenn þegar ég var þingverðamaður. Einmitt þetta þeir sem voru stjórnarliðinu, það kannski langaði mjög mikið til að fara upp og ræðumál, en þeir bara máttu það ekki. Þeir máttu ekki tefja Við máttum þetta alveg, Já, en það var á uppastöðum Davíðs Oddssonar. Þeir máttu það ekki. Hjá okkur við máttum þetta alveg, en það var bara, maður hugsaði þetta sjálfur bara, af hverju á ég að fara að vera með einhver leiðindi gagnvart máli sem að ég hef fullkominn aðgang að umræðinni. Kannski gerist eitthvað, svo náttúrulega gerist allt svo hægt. En samt langar þið aftur. Já, alveg. Þetta mér fannst rosalega gaman til þess að vera þingmaður Norðvesturkjördæmis og fara að skoða fyrirtækin og fara að ræða við fólk og fara í búðina og bara hitta fólk sem var að vinna frábærum málum og oft voru þetta bara svona litli hlutir sem gátu unnið til þess að hjálpa einhverjum, bara skipti sköpum fyrir fólk. Bara litli hlutir í fjárlögum gátu hjálpa fólki að byggja fyrirtæki á afskekknum svæðum. En það líka eins og varðandi fjölmiðlana, það vakti ekki athygli. Það var ekkert, ef það var talað þetta í einni frétt, hún fekk enga athygli, hún fekk ekki, fólk var ekki ít á hana, að þetta voru ekki leiðindi í henni. Þegar svona mikill massi upplýsingum, þá þetta ekki áhugaverðið fréttirnar. Þannig að maður kannski vinna í marga klukkutíma að svona málum og sem skiptir sköpum fyrir eitthvað lítið samfélag, en svo fekk maður enga athygli út á það. Þannig að maður bara býtu á ég þá að fara breytum takt og vera bara með leiðindi og fara að drulli við fólk, af því þá fæ ég athyglina. Það vantar þingfréttamenn sem eru niður í þingi. Nálæðin hjálpsam í þessu. Já, og bara tíma fyrir það fólk til þess að skrifa og rými í fjölmiðlum fyrir mál sem ekki átakamál, heldur bara almennilega fréttaskýringar. Setja sig inn í og framfarmál, getur kallað það. Já, og vera með fleiri en 2 póla. Þetta ekki alltaf bara eitthvað. Akkurat, eða bara stundum ekki endilega 2 póla, heldur bara að segja frá okkur sem að gerast. Mér finnst þetta mikilvægt að það ekki alltaf lausnið vera 2 póla, því að málin ekki endilega þannig í laginu. Það getur verið lygi að stilla málum upp þannig eins og það séu fyrst ágreiningur að tækja. Því sem þú ert að lýsa, að ef það þingmaður í þinginu og þetta í þínu kjördæmi, þá svo bara, vilja að tala þess við mig, og þá þarf ekki að koma einhver andmælandi í því að
gera nýja veg eða hækka eitthvað, brikka eða eitthvað, það er ekki tannig, já, ég ætla að finna ykkur sem bara móti því, þá skrifar aldrei neitt, sko, En svo líka, þegar kemur að samgöngumálunum, þá kemur svo svakalegu rígur á milli landsvæða, sem heldur ekki gott, vegna þess að það er svo slæmt að taka fjármuni á einhverjum einum stað og setja á annan, því þá ertu bara komin í þennan gír annar staðar. Þannig að þetta er bara... Svo með Hornafjarðarfljótið, það er náttúrulega, peningar voru teknir við og settir þangað. En það Hornafjarðarfljótið er samt sem áður mikilvægt. Þetta er náttúrulega, það er rosalegu ferðamanna straumur sem er þar. Við þurfum að hafa örygg á vegi út all land. Það er nefnilega, þetta er það sem ég er að tala um, það kemur þessi rígur og þá einhvern veginn myndast líka rígur á milli kjördæmanna inn á þinginu, en svo líka sko, ég veit ekki hvað ég tók til marga daga þegar ég var í velferðarnefndinni og það voru endalaust fullt af þingmálum sjúkraskrár og vorum að breyta málum sem skiptu gríðarlega miklu máli, bara til þess að samræma, gera það stafrænt og annað og maður var komin í svona frekar tæknilega atriði og það var enginn alltaf enn að tala um það. En það fóru samt ótrúlega margir klukkutímar í þetta og það þurfti að gera þetta. Það eru ótrúlega mörg svona mál. En einhvern veginn virðist fólk halda að þingmennskan sé einungis það að fara upp í pontu, vera ræðukongur og tala, bara jafnvel koma hann og tala í marga klukkutíma, marga daga samtals. En það kemur ekkert út úr því, af því að þú ert í stjórnarandsstöðu, getur bara leikið þér og talað og fengið fjölmiðluna á meðan þeir sem eru í ríkisstjórninni þurfa að vera. Sko, maður var með blaðabunka á kvöldin heima þegar krakkarnir voru sofnaðir og var að lesa í gegnum þetta, af því að það þarf að gera þetta. Það eru ótrúlega mörg mál sem þarf bara að klára. En það vekur ekki eins mikla athygli en það þarf samt ykkur að gera þetta. Þannig að maður hugsaði þetta oft bara, á ég að leggja þetta bara allt til hliðar og fara frekar og mæta á alla fundina og taka hendunar á öllum og hunsa þennan hluta. Og veit ekki neitt. Já, og mæta sig bara upp í pontu og bara hneykslast á hinum þessum. Það er reynsla Framsóknarflokksins og Miðflokksins. Það var brauðtest á fundum. Já, það er reyndar, ég er mjög ánægð með það. Já, það er nú bara víða, en talaðum í mínum kreðsum að það verði engin bylting á brauðtertu. Já, það er nálega. Þetta er bara... Mannmetið stjórnmálalegt afl, það er brauðtertu. Saminar fólk. Heyrðu, en við erum runnin út á tíma. En við, Það komið sveitarstjórnarfólk frammi. Ég ætla að sækja sveitarstjórnarfólk sem ætlar að tala við þig um sveitarstjórni sem er í vandræðum, sem er bara dæmi sem kannski bara gengur ekki. Frammi heldur sveitarfélögin. En Sóley Tómasdóttir, Eyrún Magnúsdóttir og Lilja Rannveig Sigurgeirsdóttir. Þú gleymir ekki nafninu hérna frá? Nei, það er Rannveig að nafninu. Mamma hét Guðrún Rannveig. Þetta er svona, því sko. Það gleymir því aldrei. Og Smári. Ég ætla að bregða mér aðeins frá, ég kem svo aftur og eftir þegar þú er búin að ræða við sveitarstjórnarfólkið. Sæla sinni. Nei, augnablik bara. Býðum mig augnablik. Ég ætla að fara. Gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Þarftu að tala af borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkja við í Bólholt 6,
105 Reykjavík. Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Allt það besta er ókeypis. Hrósaðu náunganum. Það er betra. Samstöðin, þar sem manneskjurnar koma saman. Allir þættir samstæðuverinnar eru á YouTube. Þarftu að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkja við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur. Já, sæl á ný. Nú eru konunir til mín nýjir gestir. Það bæjarfulltrúar og hendir borgarfulltrúi. En það Margrét Sandes, Valgarður Líndal Jónsson, Sanna Magdalena Mörtudóttir og Theodóra Þorsteinsdóttir. Verið allir velkomin. Takk fyrir. Valgarður, þú eru búin að standa í 2 bölum núna svo því. Þú kennari og kennarar voru að fá ágæta samninga og Akranes það að gera ykkur ástæðan kannski til að borga ykkur. Já, það eins og að segja, þetta er svolítið tvíbent. Mér hefur liðið undanfarið svolítið eins og 2 bestu vinir mínir stæði í blóðugum slagsmálum, sko. Já. Það hefur stundum komið svona sú tilfinning í þessari kjaradeilu sem hefur verið í gangi. Ég hef stundum orðað þetta þannig að sko, og það ekkert bara vegna þess að ég kennari, sko, heldur bara vegna þess að maður sem bara sveitarstjórnarfulltrúi, þá hlýtur sveitarstjórnarfólk að vilja hafa hlutina þannig að kennarar séu vel borgaðir og það sé bara vel staðið að menntamálum í landinu. Ég held að við sveitarstjórnarfólk hljótum öll að deila þeirri tilfinningu, sko. En ég hef stundum orðað þannig að maður, sko, á sama tíma, sko, hálf fyrirverður maður sig fyrir þau kjör sem að þessum háskólamenntu sérfræðingum hafa verið boðin.
og svo maður á hinbóginn nálum yfir fjárhagsáætlun sveitarfélaganna sko. Og en ég meina þetta bara staðan núna og það þarf að finna út úr því að fjármagna þetta og auðvitað þetta ekkert að eina sko. Mér finnst það svolítið ódýrt að koma núna fram og segja sko að þetta sé núna bara stóra breytan sem að setja sveitarfélagin á hliðina. Það er bara margt annað í rekstri sveitarfélagana sem að erfitt og er bara endalausar áskoranir sko. Þannig að jú, við þurfum á Akranesi að grípa til ráðstafana meðal annars vegna þess að við í yfirstandandi fjárhagsáætlun gerðum ekki þeir peningar sem við gerðum ráð fyrir í fjárhagsáætlun, þeir duga ekki til. Þannig að við þurfum að grípa til ráðstafana en við þurfum auðvitað líka bara að grípa til ráðstafana vegna tekjufalls vegna þess að það fari ekki út lóðir og vegna lífeyrisskuldbindinga sem að sífellt fara vaxandi og eru þungu baggi á sveitarfélaginu og svo framvegis. Það er bara margt sem að dynur á í okkar rekstri sem að að við þurfum bara sífellt að vera einhvern veginn að reyna að grænda og vinna niður sko. Og núna stendur til dæmis til að fara með frumvarpum jöfnunarsjóð sveitarfélagana inn í þing og eins og það frumvarp lítur út í dag þá þýðir það 115 milljóna tekjufall fyrir Akraneskustad. Þannig að þar er eitt sem það aldrei stór biti ekki. Það er bara mikið högg, bara mjög mikið högg og við erum ekkert alveg sátt í stöðumála þar. Nei, en ég man ekki hvort ég sagði, þú ert forseti bæjarstjórnar á Akranesi. Margrét Sanders, þú ert í minnihluta í Reykjanesbæ, hefur verið í meirihluta? Nei, eiginlega, Sjálfstæðisflokkurinn bara hefur verið í meirihluta mikið part en ég hef verið í minnihluta en við erum lánsum þar, við vinnum mjög vel saman og að langmestu leyti eru menn sammála en það við erum ekki saman flokki og þá að ég og Theodóra til dæmis deilum mjög oft sömu skoðunum að þá erum við í sikkurum stjórnmálaflokknum og sikkura lífsskoðununa. Þannig að ég er sjálfstæðismanneskja. En þar helstu verkefnin ykkar eiginlega flóttafólk og... Já, það hefur orðið mikil breytinga og til batnaðar og ég held ég held ekkert með það, ég er mjög stolt af nýjum formanni Sjálfstæðisflokksins þegar hún var dómsmálaráðherra að hún lagði áherslu á að dreifa álaginu sem og við vildum ekkert vera að blanda okkur í þá deilu hvort það ætti að taka mútið fleiri með færri fólki sem sækir alþjóðlega vernd. Það er mjög flókið mál. Við vildum einbeita okkur svolítið á okkar sveitarfélag og sagðum bara það er uppselt. Og maður fór alltaf seint inn í þá umræðu því að þetta er mjög hættuleg umræða því að þetta gæti virkað eins og það verður bara verið að segja viljum ekki útlendinga eða eitthvað svoleiðis Þetta var asnaleg umræða en við vissum nú öll að því að þið tekið við mjög mörgum. Allt og mörgum, þetta var algjört rugl En þannig að núna er það miklu betra en það er ekkert friður þetta í Reykjavík þannig að það er aldeilis ekki þannig að maður veit ekki og enn heyrast raddir þar sem að menn segja að þeir sem eru að sækja alþjóðlega vernd eigu víst að vera bara þarna á Suðurnesjum. Það er mjög þægilegt að hafa þá skoðun, það er bara að opna landið og allir eru að fá að koma inn og þeir eru bara að vera hjá okkur. Það er bara sérstakt. En Guðrún náttúrulega að byggja svona geymsluhús. Já, það var náttúrulega ekki þannig, það var eiginlega bara í rauninni á meðan að þetta er skammtímaúrræði, þetta eiga að vera 48 sólarhringar, 48 klukkustundir ætlaði að segja 2 sólarhringar, 48 sólarhringar. En það er auðvitað eiga þessar umsóknir bara að ganga hratt og vel fyrir sig og það er náttúrulega bara ömurlegt til þess að vita að margar umsóknir eru allt og lengi í kerfinu og börn eru að byrja í skóla og eru að aðlagast og annað og svo bara neyti miður umsóknir hafnað og þau bara færa annað. Þannig að þetta náttúrulega virkar ekkit vel. Þannig að þetta þarf náttúrulega að vinnast betur og held ég á réttinni leið Sanna, þú forseti borgarstjórnar til hamingju með það. Takk fyrir. Þetta er virðulegt embætti. Já, ég er svona emitt var alltaf að kynnast þessu bara betur og þetta er náttúrulega meðal annars utanumhaldum fundi og það er svona athyglisvert að sitja í þessum stól og svona vera að halda utanum
fundi og svona kynna mælindaskrá og það. Þannig að þetta er svona ný hlutverk sem að ég er í núna í borgarstjórn en bara ánægilegt að þessir 5 flokkar hafi náð saman með skýra sín fyrir þann tíma sem eftirlifir kjörtímabils og ég myndi segja að núna séu svona skýrari línur í rauninni hvað varðar svona hugmyndafræðilega flokkarnir sem eru þá í minnihluta og þeir sem eru í meirihluta og við höfum kosið að tala okkur sem samstarfsflokkana. Við erum í samstarfi, við erum með samstarfsyfirlýsingu og erum að leggja áherslu á ákveðin mál. Já, en það er nú aðeins svona með laun borgarstjóra að það var konu leiðrétting í útvarpinu hádeginu að það var búið að segja að launin hefði hækkað 170%. Já, hjá sambandi íslenskra sveitarfélaga. Og núna leiðréttir það niður í tæp 50. Það er sem sagt laun borgarstjóra og síðan eru þá laun fyrir önnur störf sem að borgarstjóri hefur tekið að sér sem er formaður sambands íslenskra sveitarfélaga og það eru sem sagt kjörnir fulltrúar sem að í rauninni komast í þá stöðu, geta í rauninni sótt starf þar og þetta eru þá kjörnir fulltrúar frá öllum kjördæmum og það er ekkert launungamál hvað okkur sósíalistum finnst laun kjörna fulltrúa og há laun og ég hef alveg tekið það fram að mér finnst alveg eðlilegt að það yrði farið í einhverju svona vinnu við það að bara skoða heildarsamhengið og skoða bara svona í samfélaginu hvað finnst okkur eðlilegt að hæstu laun séu í samhengi við lægstu laun til dæmis. Ég meina eins og Reykjavíkurborg er stór vinnustæður og fyrir mitt leyti þá finnst mér alveg eðlilegt aðeins að skoða bara þú veist hvert er þetta eðlilega viðmið, hvað finnst okkur eðlilegt í því samhengi. Þú þess vegna tala að lækka þín eigin laun. Já, og ég meina það eru skiptar skoðanir varandi þetta, en þetta er svona sem ég sé fyrir mér sem langtíma sýn, en mér finnst alveg eðlilegt að taka einhvers konar svona umræðu og svo er líka ýmislegt inn í þessu að mér skilst að fráfarandi borgarstjóri Einar Þorsteinsson sé á biðlaunum í hálft ár. Þrátt fyrir það að vera í rauninni komið með stöðu sem borgarfulltrúi og fær greitt fyrir það. Þannig að maður má líka alveg setja spurningumerkja bak við hvort að það sé eðlilegt. Hann sagði upp í borgarstjórastarfinu. Þannig að ef maður svona segir upp starfið þá er ekki alltaf lítið svo á að manneskjan eigi að fá greitt fyrir eitthvað vinnuframlag sem hún er ekki að sinna vegna þess að hún ákvaða hverfa braut. Þannig að það er alveg ýmislegt í þessu. Það eru þetta álagsgreiðslur ofan á grunnlaun, alls konar svona sem bætist oft ofan á laun sem að mér finnst alveg eðlilegt að taka umræðu Já. Theodóra Þorsteinsdóttir, þú í Viðreisn og minnihluti Kópavogi. Já, ég er þar, en við erum ekki svona heppin. Má ég beða að koma aðeins nær hljóðnamun? Já, við erum ekki svona heppin eins og Margrét, það er ekki mikið samstarf á milli meirihluta og minnihluta í Kópavogi núna. Að skilnaðarstefna í borgarstjórn? Í bæjarstjórn, já, það er svolítið þannig. Þannig að það svona voru tekin upp svolítið nýjum vinnubrögð núna á síðustu kosningum. Þannig að það er svona ólíkt því sem áður hefur verið. Þá höfum við alltaf staðið sameiginlega fjárhagsáætlun. Tillögur hafa verið samþykktar hjá hverju sem bara ef það kemur góð tillaga þá er það bara samþykkt. En það er ekki þannig núna. Ég heldur raunverulega að það ekki verið neitt samþykkt frá okkur og við stundum ekki sameiginlega fjárhagsáætlun á vinnunni. Þannig að það er svona, þetta er ekki eins skemmtilegt. Blæbrigðamuni frá því sem var? Það er það. Fylgir nýjum bæjarstjóra? Já, bara nýjum meirihluta. Þú veist, þetta er svona, þetta er fólk sem kannski flestir koma þarna nýjir inn og þetta er svona kannski bara, já, þau voru með mjög þetta er svona, ég finn þetta er svona meiri, þetta er svona yktari hægri hópur sem er núna, já, og þannig að það kannski erfiðar að ná einhvers konar málamiðlun í slíkum hópi. Það höldum áfram við það sem að við tala áðan nýja kennarasamninga og þetta hlýtur bæjarstjórn Kópavogs bæjarstjórinn, já. Hlýtur að þurfa að auka tekjur, bregðast við þessu einn annan nátt. Eru fann að ræða það eitthvað í borgarstjórn, í bæjarstjórn? Já, bæjarstjórinn kom sérst með tillögun í bæjaráð og það var nú ekki mikil umræð hana, heldur var því bara vísað þar sem að það koma fram einhverja tillögur hagræðingu en ef að þessi meirihluti á upp í erminni einhverjar tillögur frekari hagræðingu þá væri mjög gott að fá þær fram en sveitarfélög eiga náttúrulega alltaf að vera að hagræða og eiga alltaf að vera að finna svona bestu leiðina þannig að það verður bara áhort að vita hvort þetta verður niðurskurður einhvers staðar eða hvort það sé hægt að hagræða en frekar. Ég er hins vegar á
á þeirri skoðun að þetta var nauðsynleg hækkun á launum kennara. Þannig að hérna ég studdi baráttu þeirra að hækka laun og hérna ef að sveitafélögin ráði ekki við það, þá þarf að verða eitthvað breyting á og hérna mér finnst þetta að vera svona grundvallar atriði að laun kennara og laun leikskólakennara, starfsaðstæður þeirra og svona húsnæði þessi vel við haldið og þannig að öllum líði vel. Mér finnst þetta að vera það stór partur af okkar skildum að hérna að við þurfum þá bara að gera eitthvað annað. Við þurfum bara að hætta að byggja nýjar keppnistúkur og eitthvað svona, þú veist, í bili ef svo eða bara hugsa þetta upp á nýtt. Hugsa bara, jafnvel, sko, stærðir sveitafélaga. Er þetta heppilega stærðir eins og þetta í dag upp á það að vera góð stærð til rekstrar og það svo margt sem að væri hægt að ég algjörlega viss það ef við myndum byrja með aukt blað í dag þá myndum við ekki hafa Seltjarnarnesbæ sem eitt sveitafélag og hérna sveitafélagin á höfuðborgarsvæðinu sem liggja nú alveg hlið við hlið með þessum hætti. Ég myndi með ykkur fyrir vilja þá að taka þetta lengra og skoða fá bara alvöru rannsóknir á því hvað út frá þeim skildum sem við höfum og þessum mikilvægum verkefnum. Ef að sveitafélög ekki ráða við þetta, þá þurfum við að gera eitthvað annað. Þá þurfum við bara að skoða raunverulega forsendu fyrir rekstri sveitafélaga og skoða þá bara hvaða stærð það sem er heppileg og skiptir svo einhvern veginn upp á nýtt af því að við erum alltof, mér finnst við vera svolítið svona gamaldags. Við erum svo rótgróin og föst í því að þetta bara eðlilegt en hérna ég myndi svo gjarna vilja taka umræðu og ég veit að hún mun örugglega þurfa að taka sinn tíma en ég myndi líka vilja að sambandi myndi beita sig fyrir því eða háskólinn eða einhverjir fari frekar rannsóknir á sveitastiginu að því við erum nú að svona að tala sameiningu sveitafélag á höfuðborgarsvæðinu. Já, bara þú veist bara eru að sameinenda er heppilegt að við séum svona stór eða er heppilegt, ég heyrði einhver staðar það hefur verið sagt í einhverju ritgerðum og því fleygt fram að þetta gæti verið svona 50.000 manna sveitafélag væri heppileg hérna stærð upp á rekstur og ekki missa kannski sjónar af nærsamfélaginu okkur sliðis. Ég hef ekki hugmynd það. Ég myndi vilja sjá sko rannsóknir á þessu. Ef við erum ekki að ráða við þetta, þú veist, ef við erum ekki að ráða við eins og það eru sveitafélag á höfuðborgarsvæðinu sem er í basli. Meina Kópavogsbær þó að því sé fleygt fram að þetta sé velrekið sveitafélag þá eru að taka 5.000 milljónir lána hver einsta ári. Þú veist, þetta er vesen og hérna, og núna stígur bæjarstjórn okkar fram og ætlar að hagraða út af þessum hækkunum sem mér finnst eru nauðsynlegar en ef við getum það ekki, þá myndi ég alveg vilja stokka þetta upp og fá alvöru gögn, rannsóknir þetta. Stendur ekki sterkar en það? Nei, Kópavogsbær stendur ekki sterkar en það. Við erum í gríðarlegum lántökum og við höfum verið að skila sveitafélöginni tapi mörg síðustu ár. Þannig að hérna þetta það er bara pólitíkin sem að raunverulega stoppa þetta af. Því að mér finnst vanta einhverja svona meiri umræðu sveitastjórnarstigið. En svo bara aðeins að skjóta inn í, svo eru sveitafélögin að sinna ýmsum verkefnum, mikilvægi verkefnum þar sem það er alveg skýrt að ríkið ber í rauninni ábyrgð, svona fjárhagslega ábyrgð og hefur ekki verið að koma inn með eins og þeim ber í rauninni skylda til og þá getum við til dæmis skoðað málefni ungmenna með fjölþættan vanda og ýmislegt sem að bara tekjustofnar hafa ekki fyllt. Þannig að það er líka mikilvægt myndi ég segja að skoða einmitt hvaðan tekjurnar er að koma. Ég mér langar aðeins að því að nú er ég stjórn Sambands sveitafélaga og ég bara verð alltaf pirrar og pirrari. Þú veist að ég verð aldrei pirrari en samt segi þetta að það er alltaf einhverjir að stíga fram og segja við viljum hækka laun kennara. Og svo þið að vonda fólki hérna, sjálfstæðismenn og framsóknir, þið viljið ekki. Og ég skil ekki þessa umræðu. Mér finnst þessi umræðu svo galinn og ég á von á því að þið á Akranesi viti meira heldur um margur af því að mér finnst þetta hafi ekki komið snæra til skila hvernig aðdragandi var að þessu. Þetta er spurningu starfsmat svokallað eða virðismat sem allar stéttir, allir sem vinni á sveitarfélögum fari gegnum þetta starfsmat nema kennarar. Og það voru ekki bara kennarar sem skrifuðu undir 2016 einhverja ákveðna breytingu á launum og annað. Það var líka fulltrúar hjá BSRB og BHM, háskólamenntaðir. Vegna þess að menn voru að reyna að skoða þessa viðurkenningu varðandi þá sem að vinna hjá sveitarfélögunum að þeir væru að fá metið vegna þess að fólk er búið að leggja í langt nám og dýrt nám.
og það var búið að tala það innan stjórnarsambandsins sem alltaf stóð saman á öllum fundum, kom alltaf fram sem ein heild, að við vorum öll búin að viðurkenna það að kennarar ættu að fá hærra og í gegnum virðismati vegna þess sem að Sanna og hennar fólk hafa verið að tala það var gerður ákveðin samningur hér í íslensku þjóðfélagi vegna þess að við ætlum öll saman að ná niður verðbólgu og það ekki þannig að einhverjir að fá eitthvað meira. En af hverju vorum við að tala kennarana? Vegna þess að það átti eftir að fara í gegnum starfsmati og þeim. Það var bara þannig. Þannig að menn verður alltaf að standa við samkomulag sem að allar stéttur eru með. Það sem sat í stjórninni var að kennara vildu bara árssamning. Allir aðrir eru til 2028 og áttu við að fara að samþykkja 6% og árssamning. Síðan kemur sáttasemjari með tillögu 6% hækkun inn á virðismatið, myndi ekki vera tekið í burtu, það myndi hætta á virðismatið og árssamning. Það satt rosalega í okkur, rosalega. Við ákváðum að samþykkja. Hvað gerðu kennarar? Þeir höfnuðu þeim samningi og vildu meira. Það var ekki vegna þess að kennarar voru endilega að hafna því. Nei, það var einhver frá ríkinu sem kemur inn og fer að tala 8%. Það er ekki enda búið að gera upp hvaðan kom það. Þannig að þetta eru þessi 6%, við vorum alveg vissum að virðismati myndi taka það. Það var bara eitthvað sem þeir áttu inn og voru allir sammála því. Þetta er það sem er að gerast í þessari vegferð þegar að kennarar hafna samningum, þá fór ég ekki og birti myndir af fólki og sagði hverju svaraðir þú? Finnst ykkur eðlilegt einelti sem kennarnir sem að við erum fyrir í stjórninni sem voru búin að samþykkja hækkun meiri að kennarum? Þetta var algjörlega galið hvernig var stigið fram gagnvart stjórnarmönnum. Af hverju var það? Vegna þess að stjórnin hitti síðan sáttasemjara og aðra áfram með þetta ár og voru komin upp í 8%. Og við segjum, við viljum allavega hafa einhverja trygginga menn fara heilum hug í starfsmatið. Við höfum áhyggjur á öðru fólki á vinnumarkaði sem var búið að gera ákveðin samning til að ná niður verðbólgu. Það var bara þannig. Öll stjórnin sammála. Það voru mjög skiptaskonar og líka á fyrri stigum, er að segja, ég var að mótmæla einhverju, örugglega gamall kennari og þá var sagt, Margrét, við verðum að vera alls saman í þessu. Þú veist, stjórnsambandsins við erum saman og við vorum saman. Og í fundagerð sambandsins, þegar við erum með sáttasemjara, þá er fundagerð sem allir geta lesið, þessi stjórnir hafnar, þessu óskar samt eftir, en í umræðin á milli okkar var, við ætlum okkur að samþykkja þetta, þarf bara að setja betri, að stoppa betur af, að samningarnir myndi ekki bara detta út, bara það yrðu bara einhver samningar eftir ár og allt upp í lofti og að fá 8% í viðbót þá, það gengur ekkit upp, gagnvart öðrum á vinnumarkaði. Þannig að við vorum í rauninni bara í góður í trú að sáttasemjari myndi vinna það aðeins betur, en við sáum bara í fréttum að það var búið að gera einhverja samninga og svo kemur þessu upp að koma að borgarstjóri kallar og segir ég stóð með ykkur. Stóðu við ekki hinn með kennaranum? Hvað var þetta? En ég ætla ekki að fara að tala illa vegna þess að ég og Heiða höfum alltaf átt frábært samstarf. Þannig ég ætla ekki að fara að tala það. Þetta olli einhverjum skrýtnum misskilningi. Þannig að allt í hennu sátu við uppi með Svarta-Pétur og við varum bara móti því að stiga kennar og allir að stiga fram. Við stöndum með kennurum og auðmikið þeir í stjórn sambandsins því að eins og hún sagði áðan og Sanna, þetta eru margir flokkar inni. Þetta er frá öllum kjördæmum og annað. Þannig að við sátu bara uppi með það að við varum bara einhverju pólitík. Og ég bara skildi ekki hvaða pólitík það átt að vera því að það voru ekkert bara sjálfstæðismenn og framsóknarmenn. Þannig að ég vil bara leiðrétta það að það er sannarlega vegna virðismatsins og að þetta er innágreiðsla og vonandi verður þetta til 2028 friður á vinnumarkanum. Við náum sameiginlega verðbólgunni niður og allir eru í sama leiðinu. Við verðum bara að vera þar. Afsakið, en það er ekki meiri peningur en það, ég get alveg brosað yfir þessu, en þetta er bara skrítin umræða og óþægileg umræða. Hvað segir kennar? Ég ætla aðeins að fá að leggja orði í belgi framhald af þessu. Það varð svolítið skrítin atburðarás þarna í lok deilurnar
frá því að sáttasemjari leggur fram sína innanúrstillögu og þangað til síðan samið á þriðjudeginum eftir. Það var kannski svolítið vond tímasetning svona rétt fyrir helgi. Vegna þess að rétt fyrir helgi þá samþykkja kennarar innanúrstillögu sáttasemjara stjórn sambandsins Hafnarinni. Og ég ætla ekki að, ég hafði ekki smekk fyrir þessu, bara svo ég segi það, þessu nafnakalli sem að þá fór á stað. Að reyna einhvern veginn að setja andlit fólks á píluskotskífur og eitthvað svoleiðis. Ég hafði ekki smekk fyrir því að hendi minna kollega, míns stéttarfélags. Mér finnst það ekki smart vegna þess að allan tíma fram að því hafði kennarasambandið staðið sér miklu betur í öllu PR-dæmi í kringum þessa deilu heldur en sambandið. Það stóð ekki steinn yfir steini í bara kynningamálum og svona fjölmiðlatengslum sambandsins alla deiluna meðan við hvað kennarasambandi kom öflugt fram með auglýsingaherferð á síðasta ári virði og mikilvægi kennara og menntakerfisins, fjárfestum í kennurum. Bara kennarar unnu PR stríðið í þessari deilu. Bara algjörlega. Fram að þessu. Já. Mér fannst þarna vera gengið oflangt að ætla einhvern veginn að kalla fram einn og einn einstakling og eins og þau segja, setja andlitir á píluspjöld. Og það grátlega í þessu það að það svo augljóst að þetta munaði svo litlu. Þetta var bara eitthvað smá atriði varðandi mögulega uppsögn á samningnum sem að þurfti bara að tvíka til á okkur stað þar sem að báðir aðilar getur verið sáttir. Í staðinn að þá leið heil helgi og það var ekki funda fyrir en á þriðjudeginum en þá tók það heldur ekki nema nokkra tíma að komast á samkomulagi. Hvað fundur byrjaði klukkan 3 og það var skrifað undir samningaðu miðnætti. Og það hefði verið hægt að komast hjá svo miklum látum, leiðindum og sárindum ef það hefði bara verið hægt að ganga bara aðeins reyna til verks og klára bara dæmið. Þannig að já, ég var ekkert ánæður með mitt stéttarfélag akkurat þarna, eins og ég hafði verið gríðarlega ánæður með því alla deiluna. Ég var búin að spyrja því svona út í fjárhags sveitarfélagsins til að standa undir þessum skyldum sínum, en Reykjavík, eru þið fann að ræða þetta svona? Þetta eru við með takmarka fjármagn og við þurfum að forgangsraða fjármunum, þannig að við séum að sinna okkar lögbundnu skyldum, eins og eru þetta ýmislegt sem við viljum fara í og þá þurfum við bara að ræða hreinskilið hvernig ætlum við að fara að því að við erum ekki með endalaust fjármagn til að sinna þessu allir saman, en mér finnst ýmislegt koma inn í að við þurfum auðvitað að skoða hvaðan tekinn að koma og það eins og hefur verið nefnt áðan, það ég held að sé ennþá inn í samráðsgátt varðandi jöfnunarsjóð eða nýlega komið úr samráðsgátt að það til dæmis verið að tala höfuðstöðvar álag varðandi þá þessi stærstu sveitarfélög, Reykjavík og Borg og Akureyri jafnvel og hvort það sé eðlilegt að þau fái auka greiðslur vegna bara í rauninni þess sem að þau sinna og mér finnst alveg athyglisvert að skoða það. Það eru auðvitað ýmisleg svona þjónusta sem að Reykjavík og Borg að sinna og bjóða upp á og hefur sérstöðu sem höfuðborg landsins. Þannig að mér finnst þetta líka að við þurfum að skoða bara hvaðan eru tekjurnar að koma og eins og við sósíalistar höfum talað í gegnum tíðina þá finnst okkur auðvitað eðlilegt að skoða útsvar, hver að greiða útsvar, hver ekki að greiða útsvar en það eru auðvitað bara svona langtíma verkefni að leitast við ná einhverjum breytingum að því, þannig að þangað til þurfum að hugsa bara hvað fjármagn höfum við, hvernig nýtum við það sem best og það sem við erum að gera núna í þessu samstarfi, við erum að fara í rauninu bara mjög ítalega og vel yfir útgjaldalið og sjá hvort það sé eitthvað svona tækifæri til þess að forgangsraða fjármunum betur og það er bara ýmislegt þar undir sem þarf að skoða. Þetta er náttúrulega stór vinnustaður, margar starfsstöðvar, það er ýmislegt undir og við þurfum þetta bara að forgangsraða fjármunum
Já, þannig að það gæti á þessu stutta tíma eða 15 mánuðum eitthvað sem að þið sitji þá með að borgarbúi kannski að það komi til niðurskurðar einhver, það verður dregið úr einhverju þjónustu, framkvæmdum seinkað. Sko, við þurfum þetta bara að skoða hvernig við ætlum að gera þetta. Mér finnst mjög mikilvægt að við séum ekki að fara að skera niður í mikilvægri grunnþjónustu, því það líka bara býr til kostnað seinna meir og það eru þetta bara eitthvað sem gengur ekki upp ef við erum að fara, hvað segir maður, það gengur ekki að skera niður í ykkur svona grunnþjónustu, hvað varðar þess að nærþjónustu við íbúana og þess vegna er ég líka bara ánægð að sjá að þessir 5 flokkar hafi náð saman því að eins og ég sé þetta þá svona hefur maður áhyggjur að því sem að flokkar á hægri vængnum myndi kannski leggja áherslu á hvað varðar svona þessa grunnþjónustu áformum jafnvel einkavæðingu eða útvistun og hvað það hefur í för með sér, hvernig það hefur til dæmis áhrif á launakjör þeirra sem að sinna störfum sem að hafa verið sett í útvistun og svona ýmislegt sem maður hafði áhyggjur af ef að þessir flokkar hefði náð völdum á 15 mánuðum. Nú eru deilur varðandi leikskólan sem að Actavís vildi koma fólk? Alvotek, emitt. Sko, við auðvitað bara gáðum það út að það yrði að finna lausnir en á þess að stíga í 8 fyrirtækja á væðingu leikskóla og eins og bara skólasamfélagið hefur verið að fjalla og fleiri að þá auðvitað eru alls konar svona spurningar sem vakna ef við fyrir að opna á það stórfyrirtæki sem hafa ekki leikskólastarfsemi eða skólastarfsemi í sinni svona kjarnastarfsemi að það geti haft mjög alvarlegar afleiðingar í för með sér og geta alveg skilið að foreldrar og barnafjölskyldur séu bara bíða eftir því að Reykjavíkurborg og sveitarfélög komi með einhverjar raunverulegar lausnir. Ég get alveg skilið það bara fyllilega vel en það er alveg mjög mikilvægt að staldra hans við þegar við erum farin að hugsa að sko bankar eða lyfjafyrirtæki geti fara að sjá rekstur leikskóla. Ég meina þetta hefur ýmislegt í för með sér varðandi bara tengsl starfsmanna við atvinnurekanda, hvað til dæmis gerist ef þú missir starfið, hvað þú segir upp starfi. Þetta er svona óeðlileg tengsl í rauninni við atvinnurekanda upp á að vera háður að fá pláss fyrir barnið þitt. Hvað þýðir þetta upp á í rauninni forgang? Fyrirtækin, myndi þau fara fram að forgang fyrir í rauninni börn sinna starfsmanna? Hvað þýðir það upp á bara þessa röð sem við höfum verið að styðjast við, þar sem að forgangsraða eftir aldri, eftir kennitölu? Alls konar svona spurningar sem vakna. Þú veist, hvernig líka lítur þetta út eftir 20 ár, 50 ár, 70 ár ef við erum jafnvel farin að veita húsnæðisstuðning eða opinberan stuðning til þess að stórfyrirtæki geti rekið leikskóla, hvað verður þá leikskólastig Reykjavíkurborgar, hvernig ætlum við að byggja það upp og efla og hafa áhrif á í rauninni menntastefnu og ýmislegt svona, bara mjög margar stóra spurningar sem vakna og fyrir mér er þetta ekki eitthvað léttvætt skref sem við getum bara tekið og einhvern veginn verið ánægð með, við þurfum að staldra við og spyrja bara hvaða afleiðingar gæti þetta haft í för með sér og sérstaklega líka bara varðandi sko hvernig það er skortur á leikskólakennurum. Hvernig erum við að fara að leysa eitthvað ef einhver þriðji aðili sér að útvega bygginguna eða mjög margar spurningar sem vakna. Og hafa þeir ekki svarað eða sendu spurningar til þeirra eða? Nei. Það verið ekki komið nægilega fram fyrir sko, og leiðréttum ef það er rangt. Ég skildi það þannig og sem að ég var mjög ánægð með hjá Alvotek einmitt út af því ef að einhver hættir að þá í hvað stöðu er barnið og fjölskyldan að það er tekið fram að hluti af þeim leikskóla sem að þeir ætlaðu að vera með er fyrir sem hverfisskóli. Þannig að það átti ekki að hafa áhrif. Þannig að það er bara útvarslatriði og ég held að ef við erum í rauninni með öfluga eins og við erum með einkarekstur í heilbrigðisgeiranum og hann hefur tekist vel og við erum með einkarekstur, við erum ekki með einkavæðingu eins og við Bandaríkin erum með. Og þetta er bara spurningu sjálfsagt að anda aðeins með nefnu og bara og rjúk ekki að stað en ég held að við getum eins og í Reykjavík og eins og í Reykjanesbæ að þar eru börn að komast allt og sent inn í leikskóla. Ég meina að börn eru næstu orðin 3 ára á í sumum tilfellum eins og í Reykjanesbæ og ég er búin að sjá nokkra vera að ræða það hjá ykkur í Reykjavíkurborg þetta er slæm staða og ég fagna því að fyrirtækja sér tilbúin að koma til liðs við okkur en
Ég hef eina bara mjög sterka skoðun, er ég alltalandi? Að það leikskóla kerfið sem slíkt. Mér finnst við saman þurfum að taka svolítið ákvörðun, þú veist, ef að þetta er fyrsta skólastig, við erum búin að viðurkenna það, og er það þá þannig að börn mæta klukkan 8 til 4 í skólanum, eða hluti af þessu kennsla og hitt frístund, og þá við erum með alls konar fólkin á leikskólanum, ætlum við að stefna því að við erum með 100% leikskólakennar allan tíman. Mér finnst við ekki vera búin að klára þessa umræðu, hvernig leikskóla ætlum við að vera með. Þannig að það gjör ólíkt að vera með ekki pössun, en bara með svona frístundarskóla eða skóla, almennt skólakerfi. Þannig að ég vil sjá okkur fara að setjast niður og ákveða hvernig skóli og hvað erum við að segja fyrir þessi yngstu börn. Ekki við með 65-70%? Að við mönnum leikskóluna með 65-70% alla 7,5 tíma fagfólki. Við erum langt frá því á Íslandi. Það vantar mörg 100 leikskólakennara og þetta issue sem við þurfum að taka upp og reyna að finna ykkur lausnir á. Hvernig ætlum við að manna skólana þó að þessu, upp í þessa prósentu sem að hefur verið svona sett fram sem einhvert opinbert viðmið. Við erum frábærlega sett á Akranesi, við erum með 1 af 4 leikskólum sem í þessari prósentu og hinir eru einhvers staðar svona rétt fyrir neðan. Önnur sveitafélög eru bara ekki svona lánsöm. Ég meina við sjáum það að þegar að leikskólinn í Snæfellsbæ var í verkfalli daginn, þá voru 6 í verkfalli og 22 í vinnu. Og þetta bara staðan út landið, Það vantar mörg 100 manns. Fagmenni í leikskólafræðum til þess að manna leikskóluna þó upp í þau viðmið sem að svona hafa verið sett fram opinberlega. Þannig að ég held að viðmið þetta er svona cirka 27 upp í 35%. Sveitarfélögin eru að ná. En ég held að það var svona óskastaðin hjá mér að sambandið myndi þróa þetta verkefni svolítið áfram vegna þess að það komið Hafnarfjarðarmódelið, Mosfellsbæjarmódelið, þeir eru með ungbarnaleikskóla, Kópavogsmódelið, svo Garðabærin að gera eitthvað annað, Akureyri að gera eitthvað annað, að við þurfum einhvern veginn að þróa þetta saman. Það er svona allan mín skoðun, að þetta sé ekki svona ólík kerfi og staðin í Kópavogi, ég meina barnabarnið mitt ekki að komast inn í leikskólan fyrir 27-8 mánaða næsta haust, þannig að það er ekkert endilega frábær stað þar heldur. Þú þarfst að passa? Já, algjörlega. Það er bara amman eins og svo ofta áður, það er og svo náttúrulega líka þessi 6 tíma gjaldfrálsa sem að Kópavogsmódelið og fleiri reyndar Akureyri dró hækkunina tilbaka því að Kópavógs bara hækkaði náttúrulega 7, 8, 9 tíma svo mikið, þannig að þetta fór alveg 40-50% hækkun á gjaldskrá sem að verður svona ákveðin svona mjög mikill hvati til þess að börn séu bara 6 tíma, en þá hvað tekur við? Þá er náttúrulega bara einhver sem þarf að sækja fyrr, hvort það sem er hver það er sem að hvort það sé konan eða maðurinn sem að grípur fyrir inn í það og af eða þá fengið einhvern úlingur eða einhvern til að sækja og svo bara veit maður ekki alveg hvað verður með barnið þarna það milli, hvort þetta sé barninu fyrir bestu. Þetta er svona, við hefum ekki fengið neina sannfærandi rannsóknir eða skoðanakannanir á því þetta sem að kemur fram, en þannig að mér finnst að við ættum að reyna að samræma svolítið betur sveitafélögin, öll þessi mörgu sveitafélög, því ég ætla líka, ef ég má aðeins, þegar var að tala um þessar hagræðingar aðgerðir og það að við stöndum í einhverjum vandræði núna út af alls konar og líka það bara þessi endalisa umræðum, hvað er hlutverk ríkisins og þessi samskipti ríkis og sveitafélaga, þá finnst mér líka það er svo margt sem við höfum rætt gegnum tíðinni. Ég er búin að vera þetta núna í rúman áratug höfuðborgarsvæðinu sem setur þetta fulltrúi og við sjáum það eru fullt af málaflokkum eins og bara til dæmis opinber innkaup sem við gætum gert svo miklu betur og það eru sérþekking, ráðgjöf í skipulagsmálum, það eru alls konar svona
innan stjórnsýslunar sem að við gætum saminast bókhald, launagreiðslur, þú veist, það er alls konar opinber innkaup og fleira en sem að hver og einn að sinna hjá sér og gera það ekkert endilega alltaf rosalega vel og þannig að með skilvirkni og hagkvæmni þá vil ég bara endurtaka það að það eru fullt af tækifærum þarna úti ef við horfum ekki svona pólitískt á sveitarfélagsmörk og mér finnst bara til dæmis eins og í opinberum innkaupum sem að ég hef rætt ítrekkað hjá Kópavogsbæ sem þegar ég verið meirihluta 14 til 18 þá litum við gera skýrslu og litum taka úttekt á innkaupunum okkar og við fengum bara raskell. Við vorum ekki að gera þetta vel. Við vorum ekki að fá þá afslætti sem að við hefðum hugsanlegt að fá. Við erum ekki að nýta okkur þessi örútboð eða útboðsmálin frekar og við erum ekki að gera þetta í öllum sem stofnunum neitt með sérstaklega hagkvæmum hætti. Svo settur á leggina spretthópur og nýverið, en það hefur ekkert mikið breyst. Og höfuðborgarsvæðið til dæmis bara sem eitt svæði, hvort sem það er í opinberum innkaupum, launagreiðslum, félagslega húsnæðiskerfinu, húsnæðismálum yfirleitt og bara skipulagsmál, alls konar mál sem við getum þá að byrja að þróa þó að það sé ekki beint að vera að leggja til sameiningar. En við höfum að stíga miklu stærri skref í að við ætlum að horfa á hagræðingu, þá skulum við horfa á hópinn. Innkaupastofnun sveitarfélaga næstum því vegna þess að þetta er svo orðið mikil sérþekking í þessum útboðsmálum og sveitarfélögin er ekkert endilega að standa sér rosalega vel, menn að við höfum verið að fá alls konar raskelli og þetta kostar alveg mjög margar milljónir þessi útboðsmál ef þau heppnast ekki. Þetta er þú veist eins og í ljósastýringamálin á höfuðborgarsvæðinu sem að við höfum ítrekkað tapað Kópavogsbæ líka og það kostar okkur mjög mikið. Útboð og ræstingu hjá Kópavogsbæ það var líka misheppnað og töpum því. Þú veist, það er alls konar svona mál sem að við getum gert, það þarf ekki endilega að vera hvort sem það er þjónusta eða vörukaup eða verkkaup eða hvað sem er. Sameiginlega getum við gert miklu betur með sérfræðiþekkingu. En eins og þessi útboðsferðli, þetta er orðið svona stórt, þú veist, að því það eru viðmið og það eru lög og það er alls konar svona, þú sveitarfélagi þarf að uppfylla ýmislegt þegar það býður eitthvað upp og við vitum til dæmis að Strætó BS tapaði í máli og er að greiða fyrirtæki skaðabætur 100 milljóna og þannig ég spyr alltaf þú veist, ég veit að það eru bara ákveðnar reglur sem þarf að fylgja og lög og allt það, en maður spyr sig þú veist, hvaðan er þetta allt saman komið? Af því þetta er líka dálítið að flækja, þú veist, hlutina. Af því að við erum komin á dálítið sérkennilega stað ef að sveitarfélag má ekki sinna einhverju tiltekinni þjónustu af því að það þykir eðlilegra að fyrirtæki geti boðið í þjónustuna og að þau, ef við erum fann að skoða þetta út frá rétti þeirra til að mega fá samning til að geta boðið upp á ákveðna þjónustu. Þannig mannum finnst þetta, þú veist, það sem ég set spurningamerki við þegar maður bakkar svona nokkur skref, bara hvernig einhvern veginn endur við á þeim stað að við þurfum einhvern veginn að fara að bjóða allt út og maður spyr sig líka bara eins og með ræstingar, þú veist, væri ekki bara hagkvæmara að sveitarfélög væri bara sjálf með fastráðið starfsfólk, það kemur veg fyrir ýmislegt eins og til dæmis við erum með lögfræðinga sem er að fara yfir samninga, það er eftirlit, það er verið að fylgjast með og svo kannski kemur í ljós að það er ekki verið að fylgja öllum samningum, hvað gerum við þá, hver ber ábyrgð, hvernig virkar keðjuábyrgð, hvað heimild þá sveitarfélögin til að bregðast við eða kemur síðan í ljós að eitthvað fyrirtæki hafi ekki verið að standa sig, þannig að maður velti líka fyrir sig bara hver er kostnaðurinn við alla þessa umgjörð, þú veist, það hlýtur líka að vera sláta. Sko, hér er aðeins búið að tala sameiningu sveitarfélaga, en það er aldrei hjá ykkur í Reykjanesbæ, sameinast Suðurnesjabæ og Vogum, þetta er á samningaborðinu bara? Já, við höfum verið í viðræðum og þarna talandi jöfnunarsjóð, að þeirra kerfi í börnin sín, það er alveg þannig að það er náttúrulega búið að vera búið að eyða miklu púðri í einhverja sameininga viðræður og það eru sem sagt Reykjanesbær, Suðurnesjabær sem er þá Sandgerði og Garður og síðan er það Vogar. Og þegar var farið að stað að það voru Grindvíkingar búnir að hafna því að fara inn í þennan pakka og þeir eru náttúrulega, það gengur ekkit núna í allir þessari óvissu að fara að taka þá með.
Það samþýttu öll þessi sveitarfélög að halda áfram en eins og var nefnt hérna áðan að þá verið að gera breyting á jöfnunarsjóðnum og það einu óvissan. En eins og staðan núna og þegar horftir á fjárhagslega bara ef þessi sveitarfélög samanast að þá getur orðið töluvert tap á tekjum frá jöfnunarsjóði. Og það bara við það að saminast og þá verið að lofa því jöfnunarsjóði að fyrstu 3 eða 4 árin að þá þetta allt í lagi eða 6 ára eða eitthvað svona en það mikil óvissa og svo líka að jöfnunarsjóðurinn ekkert gefið mál eins og við vitum hérna á sveitarstjórnarstíðinu að þessi erfiðleikar sem voru í Grindavík að þar var að hluta til að ríkisstjórnin að taka peninga okkar mati úr jöfnunarsjóðnum til þess að aðstoða Grindvíkingana og hvað þýddi það að hin sveitarfélagin fá minna. Þannig að þetta mjög flókið útreikningsdæmi varðandi jöfnunarsjóðin og þessar nýju reglur, það mjög mismunandi eins og við vitum að Akranes og Suðurnesjabær koma illa út úr þessu nýju reglum ef þær verða óbreyttar. Önnur sveitarfélög eins og Reykjanesbær ætti að koma ágætlega en núna hafa tekjurnar bara aukið svo rosalega á Reykjanesbæ og það gæti fara að refsa okkur. Þannig að eins og ég segi flugvillunum eða hvað það já það náttúrulega bara starfsfólkinu þar já það hefur bara verið mikið þegar að bara í kringur hrunið þegar að sjálfstæðismenn voru og þá var búið að byggja upp gríðarlega mikið að lóðum annað og þetta var allt tilbúið bara sama Kópavogur lenti á sínum tíma og Hafnarfjörður að þá náttúrulega voru lóðir og allt tilbúið og svo bara húrrast inn tekjur þegar farið að flytja þar inn að þú ert í miklum erfileikum á meðan þú ert að byggja skóla og byggja leikskóla og gera götur og allt þetta en það við alltaf sækjandi nýja skatta sem gjörsamlega óþolandi eins og innvegaskatta eða innvegagjöld af því að það bara stöndum ekkert undir þessu það bara þannig og mér finnst þetta mjög gott sem kom fram áðan varðandi það að það líka spurning hvað ríkið að sjá og hvað sveitarfélögin að sjá og við erum til dæmis þegar málefni fattara fór yfir til sveitarfélögina að það hefur sá málaflokkur út af breyting á lögum að það hefur það aukist alveg rosalega útgjöldin og ég ekki að segja að það hafi ekki átt að vera ég bara að segja að það ekki peningar þarna og þá það spurning hefði þurft að koma meiri meðgjöf þannig að þetta bara eilíða verkefni Já, en ég held líka en ég veit ekki hvað ykkur finnst það en ef að Reykjanesbær að auka tekjur sínar þá náttúrulega hlýtur að vera minni þörf á jöfnuði þú veist, inn í þá púlíu en það má náttúrulega ekki vera öfugur hvati fyrir sveitarfélög til að sameinast ég alveg tek undir það en síðan bara hversu sjálfbært þá þessi 3 sveitarfélög verða saman eitthvað sem að þarf að horfa þá út frá þessum nýju reglum í jöfnunarsjóð. Ég teka fram að ég sitji ráðgjafanefndinni fyrir jöfnunarsjóðan og líka varandi Grindavík að það var náttúrulega ráðherra sem gerði sérstakann samning upp á eitthvað 600 milljónir en það ekki búið að greiða það út. Það svona bara það eftir að koma í ljós, þetta svo mikil óvissa með Grindavík og þá eftir að koma í ljós bara hversu tekjutapið verður mikið. Nú ef það verður ekki mikið þá veit maður ekkert hvað verður mikið greitt út en þetta snýst náttúrulega bara það að þegar svona ríkið fara að setjast og óvissan minnkar bara hvar enda íbúarnir og það náttúrulega sveitarfélög þurfa að fá þá þær tekjur sem að fylgja íbúanum eðlilega. Þannig að þetta svona ennþá allavega en tekjurnar koma alltaf eftir á það sem eins og Reykjanesbær í rauninni þyrfti að fara að byggja 2 grunnskóla núna þú veist, ég meina, það náttúrulega bara rosalegt fyrir svona sveitafélög fyrir utan náttúrulega leikskólana og svo reksturinn á sig og þú ert ekkert endilega farin að koma með tekjurnar inn þú veist, það tekur tíma að vinna það upp og þá ertu komin yfir ákveð skulda viðmið það bara hvað máttu skulda og svo framvegis þessi fjárhagslegu viðmið sveitafélaga sem að bara hartfyllt eftir við erum bara sveitafélögin eru bara undir smásjá manni líður stundum eins og við séum að reka eitthvað svona óregluheimili sem er bara með eftirlitið andandi ofan í hálsmáli frá degi í dag vegna þess
við megum ekki skulda of mikið, við megum ekki svona bæta á okkur of miklum böggum inn í framtíðina. Við verðum að vera undir ákveðnum viðmiðum. Við verðum að skila ákveðinni framlegð úr rekstri og og þarna eru bara viðmið, það bara prósentutölu sem við þurfum að ná. Ef við náum þeim ekki, þá fáum við bara skammabréf frá eftirlitsnefnd. Og þannig að eins og segi, þetta á sama tíma finnst manni einhvern veginn í ríkissjóði geta leikja lausum hala og bara gert það sem þið sýnist, en þessi hluti hins opinbera lítur einhvern veginn öðrum reglum og nákvæmlega eins og Margrét segir, þetta hamlar okkur í því að geta fjárfest fyrir framtíðar íbúaþróun eða framtíðar fjölgun. Aðeins varðandi jöfnunarsjóðsfrumvarpið. Ég veit þetta hljómar ekkit rosa spennandi, þetta ekkit mjög sexy umræðefni, en sko þú veist kannski útskýra þessi jöfnunarsjóðsfrumvarpið. En þetta samt stóra málið hjá mörgum sveitarstjórnum í dag. Bara mun þetta frumvarp fari gegn eins og það og mun það þjóna markmiðum sínum. Og ég sagði áðan að þetta myndi þýða 115 miljóna tekjufall fyrir Akraneskaupstað sem er rosa bara högg. Það þýðir ekki að við séum á móti hugmyndunum sem að frumvarpið byggir á. Þannig að svona í stórmyndinni að þá verið að hvetja til þess að sameina sveitarfélög, fækka þeim og styrkja þau. Og við erum svo sannarlega sammála þeirri hugmyndafræði á Akranesi. Maður sér það bara þegar maður fer yfir áhrifin á sveitarfélögin sem fara best út úr þessu eru víðlend sveitarfélög með marga íbúðakjarna, víðlend strjálbíl með marga þéttbýliskjarna. Þannig að á meðan að þetta frumvarp eins og það sett fram í dag, það hreinlega gengur frá sumum sveitarfélögum. Nefni bara lítil sveitarfélög, fámenn eins og Súðavíkurhrepp eða Reykhólasveit. Ég sé ekki bara hvernig þau munu lifa þetta af, verða að leita sameininga, Ég held að þetta komið verst niður á Mosfellsbæ. Ég held að þetta kemur gríðarlega illa við Mosfellsbæ. Ég 300 miljóna. Ég bara skil Regínu fyrirhverfandi bæjarstjóran okkar mjög vel að vera alveg sótíll yfir þessu. Já. En svo náttúrulega bara eru umsegnunar, ég held að séu komnar inn núna, þannig að það sjá hvernig... En hvers vegna? Mosfellsbær, hvað? Þau getur ekki samanlega... Nei, ég mitt. Ég eiginlega skil ekki hvers vegna. Þetta er samsetningin, já. Þetta eru tekjur per íbúa, þetta eru samsetning íbúana, þetta eru útlendingarnir, þetta eru fallaðir, þetta eru félagslegar aðstæður, þetta eru félagsleg þjónusta og sá þáttur sem sagt bara að taka tillit til þjónustu þyngdar sveitarfélagana, hvað var að félagslega þjónustu stór ágalli á þessu frumvarpi núna, eins og það Sanna talaði áðan þetta höfuðstaðaálagið sem bara mjög gott og ég bara styð þá hugsun algjörlega að sveitarfélög eins og Reykjavík og Akureyri sem að sannarlega fá á sig bara á sjálfu sér ákveðin þunga af félagslegri aðstoð við fólk, félagslegri þjónustu, að það sé metið þeim til tekna þegar að tekjur sveitarfélaga eru jafnaðar í gegnum jöfnunarsjóð. Þetta á bara við fleiri, þó það sé ekki á sama skala. Og Akranes bara skýrt dæmi það. Við erum þessi staði fyrir Vesturland. Við erum að bjóða upp á alls konar félagslega þjónustu sem önnur sveitarfélög á Vesturlandi ger ekki og hafa einfaldlega ekki burði til. Félagsleg þjónusta tekur 21% af skattekjum Akurnesinga á meðan að sama prósenta undir 10% í næsta sveitarfélagi. Og við erum líka svolítið sérstaklega í sveit sett með það að við eigum bara einn nágranna og þau hafa engan áhuga á sameiningu. Sem er Hvalfjarðarsveit. Og við höfum alveg rætt það er ekki að þau tala um dreifða þéttbýliskjarna, það líkur á kemur ekki þá að því að Akranes og... Það er bara alveg aðtöfandi,
Bara algjörlega. Já. En þetta í raun og veru sko, það sem að ég les meðal annars út úr þessu frumvarpi það að það eiginlega verið að taka pólitíska ákvörðinu það að sveitafélag eins og Akranes, landlítið og þéttbýlt sveitafélag, svona sveitafélag ekki verið til. Já. Það reyndar núna frumvarp út af börnum með fjölþætta vanda því að það var nefnt áðan og það búið að menn voru að tengja við kjarasamningana en það náttúrulega hættulegt að byrja á því að vera með einhver ákveðinni ríkisstjórn sem að með svona mikla breytingu en við lítum á það þannig að það sé í raunin bara formsattri að samþykja að börn með fjölþætta vanda að ríki taki þann kostnað yfir og þetta einmitt sko bara þannig að við útskýrum að þetta eru mjög þungir, ég veit það er svo viðkvæmt að tala þetta. Þetta eru einstaklingar sem eru mjög dýrir, þú veist, og þeir eru dýrir og þú vilt gera vel. Og það náttúrulega getur bara eitt lítið sveitafélag, ef eitt svona patt á 2 flytja í sveitafélagið, að þá ertu að tala sko rosalega upphæðir. Allt á hliðina. Það fyrir alltaf hliðina. Þannig að þetta sem betur fyrir verið að breyta þessu vegna þess að það náttúrulega ömuleg umræða fyrir líka foreldrar og aðstandendur að bara við það að flytja á milli að þá þetta orðin einhver baggi. Það ágætt að vera svoleiðis. Þannig að núna ríkið að taka þetta yfir og við reiknum bara með að það sé orðin hlutur. Þó að sé svona formsatriðið en talandi út af kjarasamningunum það var eitthvað að tengja þetta saman. Í dag eru við ekki í Reykjanesbæ neitt svona tilfelli. Aftur á móti Suðurnesjabær það. Þannig að þarna kemur þetta mjög misjafnlega á sveitafélögin og það talað að þetta ekki að skerða neitt hjá jöfnunarsjóði. Þannig að það ákveðin innspýtingin í jöfnunarsjóði. En eigum að segja þeir sem að hlusta á okkur, hvað jöfnunarsjóð? Hvaðan koma peningarnir? Við getum ekki talað um eitthvað hugmynd. Þetta er svona sósíalísk hugsun. Það er bara, Sannar ábyggilega mjög ánægð með þetta og Gunnar Smári bróðinn. En þetta er sko það peningarnir eru teknir á sveitarfélögunum og þeir eru settir aftur til að borga allir inn, bæði sveitarfélög og ríki. Sem borga inn. Og svo er þetta dreift eftir þessari formúlu sem að verða núna mögulega að breyta. Sem á að tryggja jöfnum. En akkur vera breytt til að hvetja sveitarfélög til sameiningar? Kannski bæta við að þetta er í rauninni sko aðalega vegna barna sem eru þá einmitt að koma erlendis frá og svo vegna fallara, vegna fallaðs fólks. Þannig að þetta og tekju líka einstaklinga. Það er ýmislegt við grunnskólana sem spila síðan inn í varðandi sko hvers sveitafélag greiðir eitthvað í hennar sjóð og fær tilbaka en reglunda gildi ekki eins allstaðar þannig að þetta er alveg dálítið stórt. Sér þáttur að fara grundvallar hugsunin er þessi öll sveitafélag fá pening úr jöfnunarsjóði til að reka grunnskóla. Þau fá öll pening úr jöfnunarsjóði til að sinna ákveðinni þjónustu við fatlaða. Síðan er útgjalda þörf sveitafélaga metin og jöfnunarsjóði ætla að koma til móts við hana og síðan eru tekjumöguleikar sveitafélaga metnir og jöfnunarsjóði ætla að koma til móts við þá. Það kemur nú Sönnu sem vill útsvara á fjármagnstekjur. Og eins og til dæmis ef að sveitafélög, af því það er ákveðin útsvarsprósenta og ef að sveitafélög eru kannski ekki með þetta í hámarki að þá samkvæmt þessum nýju viðmiðum er þá verið að líta til þess hvort að sveitafélög hafi tækifæri til að afla frekari tekna og þá eru svona bæjarstjórar eins og bæjarstjórinn í Kópavogi sem að hefur gagnrýnt það og en mér er alveg sko þegar við tölum sveitastjórnarstigið þá finnst mér alveg líka gagnlegt að ræða getum við hugsað þetta öðruvísi, er einhver verkefni sem sveitafélögin geta unnið saman, getum við litið til svona fyrirmyndra erlendis sem varðandi 3. stjórnsýslustigið, er það eitthvað sem við ættum að skoða nánar eða er það algjörlega út á myndinni og auðvitað bara varðandi því við vorum að tala um skuldaviðmiðin áðan, það er svo oft einhver svona utanaðkomandi, þvingandi reglugerðir af markmið sem eru sett sem að þetta gerða verkum að sveitafélögin eru kannski ekki að setja fram sína áætlanir byggða á því hvernig þau myndu vilja gera hlutina, heldur frekar að aðlaga sig að einhverju svona ytri ákvörðunum eins og til dæmis varðandi sameiningu sveitafélagana, þannig að mér finnst það líka alveg verið eitthvað sem að mætti alveg ræða nánar, hvort að það sé eitthvað svona hægt að vinna einhverja hluti nánar saman. Mér finnst svona eftirlitsnefnd með fjármála sveitafélag, kannski er það bara svona, það sem ég var framkvæmdastjóri í Deloitte, það er svona fjármála hugsunni hjá mér, að þá finnst mér sko eftirlitsnefnd með fjármála sveitafélag góða sumu leyti. Að það er ákveðið aðhald og það er gott og fólk á að vera með ákveðna áætlanir og fjárfestingar.
En það sem okkur finnst vanta og Valgarður kom vel inn á, að það eru til dæmis eins og þegar sveitarfélög að stækka og þú kemst ekki hjá öðru en að byggja grunnskóla og ákveðna hluti og svona, að það ekkert sem segir að gefa svigrúm í smá tíma áður en tekjurnar koma inn og svona. Það oft verið að tala um að það þurfi kannski ekki að vera svona rosalega ferkantaður, þú veist, að þetta sé eftirlit, en þú þurfi þá að koma með góður rök og hvernig það að borga þetta tilbaka. Við ætlum ekki að fá eitthvað Altanes upp hérna hjá mörgum sveitafélögum, þar sem að sveitafélög bara fara á hausinn. Þannig að ég held að eftirlitsnefndin sé góð, en þetta þarf að vera ekki bara ramminn og ferkantur. Já, ég nú fyrir að segja þessum bæjarstjórnarfundi lokið. Já, það örugglega bara að segja sem það fólk sem nennir að hlusta á okkur. Nei, og við komumst ekkert í innviðaskuldina. Nei, það bara, samstöðum verið lifandi marga vikur enni, bara hóa bara í annar bæjarstjórn. Það ekki að vera fastu dagsfólið, bara sveitarstjórnarstíð fær ekki alltaf nægilega mikla athygli. Já, við aðtöðum það. Þetta Margrét, Valgarður, Sanna og Theodóra. Þakka ykkur fyrir að vera með okkur. En hérna eftir augnablik sest Gunnar Smári hjá mér og við ætlum að tala um það sem þau hafa verið að tala. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Þarstan að tala á borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkja við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Allt það besta ókeypis. Fáðu þér vatn að drekka. Samstöðin, þar sem manneskjurnar koma saman. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Segðu það á samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur. Gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Allt það besta ókeypis. Knúsaðu vini þína. Samstöðin, þar sem manneskjurnar koma saman. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Þarstan að tala á borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkja við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Segðu það á samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Allt það besta ókeypis. Hrósaðu náunganum. Það betra. Samstöðin, þar sem manneskjurnar koma saman. Allir þættir samstæðvarinnar eru á YouTube. Þarstan að tala á borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30.
Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkja við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur. Já, það koma að lokum þáttarins, það eitt eftir, það bræðraspjallið, Gunnar Smári, velkomin aftur. Herri, þetta var... Fyrir að leysa vandað sveitarfélagana? Nei, ég veit ekki hver á að gera það, sko. Það barma sér bara, það villu skefið. Já, þau að segja núna breytingar á sjóðurinn. Jöfnunarsjóðurinn, já. Að það muni bara koma mjög illa við sveitarfélög. Hann Valgarður á Akranesi, hann sagði bara 115 milljón króna gat sem kemur til þeirra og það eitthvað sko sem að þeir þurfa þá að bjarga segnun öðruvísi. Það miðað við eins og frumvarpið núna jöfnunarsjóð. Það var mjög litla tekjuöflunarleiðir. Þær hafa verið veiktar. Það var fyrir svona 35 árum. Það var lagt af aðstöðugjald mest eftir því. Það var svona útsvar fyrirtækina sem mér alltaf, ég veit ekki alveg hvað var tekið í burtu því að hljómar svolítið sem svona sanngjarn skattur. Ef ég með fyrirtæki í þessu sveitarfélagi þá borgaði ég til þess vegna þess að sveitarfélagi skaffar gangstétt og götur og þú veist, með dagvist fyrir börn starfsfólksins og það getur mætt í vinnu og hann með svona auðvitað að fyrirtæki borgi. Þetta var lagt af bara mjög, held að ég verið bara alveg á uppafsárum Davíðs Oddssonar, sko. Þetta fyrstu svona sköttunum sem voru felld í burtu í svona skattalækkunum. Og þeir hafa, svo útsvarið bundið í lög, hvað það má vera mikið. En hins vegar, svo alltaf verið að flytja verkefni yfir á sveitarfélögin. En það hafa ekki verið flutt fjármagn, það alltaf deila og einhver lita vegna þá hafa sveitarfélögin svolítið látið narra sig í því að við fallist á að taka aldraða, öryrkja og gegn svona loforðum einhverja tekjur sem að kannski hefði verið skynsamlega að gera bara kröfum að vilja þá bara fá tekjustofn sem að rennu bara beint í þetta en við sem ekki háður því að ríkið skili einhverju því að ég held að sé reynsla allra sem hafa skipt ríkið að það svíku að þú veist að það er bara það svíkur allt. Ég talaði bara reynslu eins og þegar ég gerði samninga þegar ég var í SA við einhverja þjónustu, ríki að kaupa þjónustu af félagsamtökum. Þeir borga kannski 70% af því sem þarf til þess að halda í gangandi. Neytendasamtökin held ég að sé með svona samningum halda úti upplýsinga, síma og opnunartíma fyrir leigjendur. Ég held að ríki borga kannski 50% af því sem þarf til þess að halda úti. Og að sömuleyti eru sveitarfélög þannig líka. Þau hafa tekið yfir mikilvæg verkefni en ekki fengið neina peninga á móti. Og svo það líka annað. Þetta skemmtilegt mál og hann var nú í helgispjalli í gær, hann Héðinn Unnsteinsson sem svona stjórnsýslufræðingur eða eitthvað svoleiðis. Þú heyrt hann talað þetta að í næstu löndum að þá vægi sveitarstjórnarstigins miklu meira heldur en hér, sko. Ég man ekki alveg tölunar hvort það sé 1/3 sem í sveitarstjórnarstiginu hér en 2/3 hjá ríkinu, en það sé miklu nærið að vera 50-50 og eða jafnvel sveitarstjórnarstigið eiginlega stærra heldur ríkið. Og það sem færið út úr því þá svona svolítið valddreifðara samfélag, það sem svona fleiri að leita möguleikum. En við erum einhvern veginn með samfélag sem ríkið einhvern veginn drottnar svolítið yfir sveitarfélagunum. Og ég held að það sé bara ekki gott, sko. Nei. Og svo var sveitarfélagið neyðist til þess að fara þá að bjóða upp lóðir. Þannig að þegar aðstöðugjaldi var, að þá voru lóðum yfirleitt úthlutað. Og ég held að fólk hafi þá leitið það sem sem hinn eðlilega hlutur. Hérna eru almannagæði sem að félagið okkar sameiginlega, sveitarfélagið á þessar lóðir. Við getum ekki selt þær því að það enda með því að það fara bara til þeirra sem hafa best aðgengja fé, eru ríkastir. Þannig við verðum bara úthlutað þessu. Þannig það verður bara röð.
Það getur vel verið að þú sækir lóð og þú eru að býða 2 ár, alveg eins og þú þarft að býða kannski eftir 2 ár eftir mjöðum eða eitthvað. Og þannig það bara, þeir eru að deila út almannagjafum. Þetta eina breytingunum sem varð á þessum nýfrjálshyggjutíma, að það var hægt að útluta þessu og fara að selja þetta. Og þú sérðu það alveg í bænum, sko, að til dæmis, ég held að það sé kallað Austurhöfnin, sem er á milli Hörpu og Lækjartorgs. Þar er bara eitthvað svona 5 stjörnu hótel eitthvað og svo er eitthvað lúxusíbúðir og þú sér það í seinni blokkirna sem voru byggðar seinna á Skúlagötunni. Það er svona auðmannablokkir. Þá endar með því að þeir sem eiga peningi kaupa bestu lóðirnar en þeir sem eru blankari, sko, þeir eiga bara að búa í skugganum að hinum. Þegar þessu eru úthlutað eins og allir hafi jafnan aðgang að þessu, þá lendum við ekki í svona rugli, sko. Nei. Þetta hefur bara að hafa námsmannaíbúðir og blokk fyrir einstæða foreldra niður á austur höfninni. Mér finnst það engin sérstak svona gæði fyrir borg ef að sko ríka fólkið sest að öllum bestu sætunum. Mér finnst það bara asnalegu kúltúr. Var mann ekki eitthvað kennt það ef maður hafði eitthvað svona aðstöðu að maður átti að svona víkja en við erum einhverjum svona kúltúr sem að þeir sem hafa aðstöðuna til þess að bara taka alla bestu bitana til sín, þetta er bara þetta er ekki kúltúr. Nei, þetta er svona. Það er það. Hvað vil þetta pólitíka? Nei, ég ætlaði eiginlega að byrja að hrósa okkur báðum og gestum okkar. Við tölum ekkert Donald Trump. Já, ég hugsaði þetta líka í fyrri helmingnum, ég var að hugsa að nefna þetta þar. Að það var ekki, hann var ekki nefndur. Nei. Ég held að sé svolítið afrek. Já. En þú nefndir hann núna, hvað er þú að tala hana? Já, eins og í okkar spjalli, ég er að segja sko, með gestum okkar og þá eru við sennilega eini fjölmiðlinn á allan á Vesturlöndu sem að hefum ekki minnst á hann í dag. Nefnum þetta bara, þeir eru bend á að við höfum ekki gert það. Nei, ég var með vikuskamtinn hérna á föstudaginn og sagði upp að þáttarins að sá sem að segði Trump, hann er að klára úr glasinu. En svo náttúrulega töluðum við bara Trump. Sem náttúrulega Töluðu bara Trump? Já, svona fyrstu 20-30 mínútur. Þetta er heimsviðburður. Alveg. Og þetta er náttúrulega ráðgáta. Hversu langt getur það farið? Það snertir okkur sko milljarða, hvað eru við mörg, Evrópu og Kanada og Mexíkó, þessi lönd sem hann er að tala sko. 20.000 opinbera starfsmanna búið að reka á í Bandaríkjunum. Já. Ég var hérna frammi áðan og var að tala við svona mann sem ég vil fá í viðtalið mitt svona áhrif Trump, svona innanríkis í Bandaríkjunum. Því við höfum svolítið talað áhrif Trump á öryggismál í Evrópu og svona hitt og þetta. Að þetta er náttúrulega, og þú veist, er hægt að lesa, þú veist, að maður horfa á hann eins og svona Milei í Argentínu sem ætti að bara brjóta niður sko, ríkisvaldið eins og var samkomulag að byggja það upp á eftirstríðsárunum. Eru við bara að fara aftur í... Já, þetta er alveg skuggalegt, sko. Þetta er það. Þetta er ógn við, sko, stöðuleika bara okkar, bara sem fólks. Bara, við búum hérna, við erum með herstöðver með samning við hann, við Bandaríkin, og hann tala mjög illa Evrópu og þannig að sko stöðuleiki okkar lífs sko á þessari eyju hérna, hún er bara ógnað. Já, sem í öryggismálunum þá finnst mér að mætti vera meiri í umræðinni. Er það svo að Bandaríkin líta á að Ísland sé undir sínu áhrifasvæði? Ég held að það sé já, en mér finnst það svolítið skrítið að það er svona tiplaði kringum þetta. Og ég held að við séum bara með sömu skilgreiningu og hann er að skilgreina Grænland. Hann telur að þetta sé bara hluti af áhrifasvæði Bandaríkjanna. Og þetta fyrirkomulega sem er núna, þetta sé hérna undir Danmörku, það bara hann vill ekki lengur. Hann vill bara taka þetta. Og ég held að hann horfi á svipaðan hátt til Íslands. Hann hefur ykkar áhyggjur á Íslandi, en ég held að það hérna er í svona stjórnmálaþróun og eitthvað fleira sem Bandaríkin myndu ekki sætta sig við. Þá held ég að færi bara að sjá afskiptið þeirra og ég held að við sé það hérna á kalda stríðinu. Það veri gaman líka að fara að rifja það upp sko þegar hérna framámenn í Sjálfstæðisflokknum voru bara vikulugum fundum í hérna bandaríska sendiráðinu
Og ég held að það bara, þannig var þetta, að Bandaríkin litu svo á að þeir þyrftu að hafa hendunar í stjórnmálaþróun á Íslandi og þetta sem við höfum stundum talað hérna, þeir sem ekki voru í náðinni hjá Valhöll fengu ekki lóðir og fengu ekki lán og fengu ekki framgang í starfi, sko, það voru alltaf sjálfstæðismenn sem voru alltaf skólastjórar, sko, þeir sem voru vinstramenn gáttu kannski orðið, sko, yfirkennarar, komast aldrei lengra. Þú veist, þú fyrst ekki að reka sjoppu á þess að vera í flokknum, þú veist, alltaf leigubílaði til þess að vera í flokknum. Og þetta, ég held þetta hafi verið bara lína sem var lögð út úr, sko, bandaríska sendiráðinu það hvernig á að tryggja það að óæskilu öfl komast ekki til valda í landi sem undir okkar áhrifasvæði. Í þættin sem ég var með á miðvikudaginn þá var Mörður Árnason og hann hafði lesið áður en að kom, sko. Þá var hann búinn að lesa varnarsamningin og hann segir að þetta sé ekkit að varnir okkar heldur rétt þeirra til að vera hérna. Þetta er ekkit varnarsamningur, þetta er bara samningur fyrir kanan að vera hérna ef hann vill en ekkert verja okkur. Það er bara eitthvað. Það hefur enginn áhuga í okkur, hann hefur bara áhuga á bara í landinu, klettinu. Svo vínirnir í vestrinu vitum dauðan fyrr. Nei, mér finnst þetta mætti vera... Það voru neldjáfni í Sigurðsstaðablúsnum. Og þegar að verða svona mikil breyting, þá minnst það gaman að sitja við rauðaborðið, þegar það er svona einhvern veginn bara svona óviss ástand af því að umræðin sem er hér hentar því ágætlega. Við erum ekki mikið í svona hann segir, hún segir svona einhverjum deilum að ég var trist á Bandaríkin eða ég var trist á Evrópu eða eitthvað svona. Þannig að mér finnst það henta ágætlega en mér finnst það saknaði svolítið bara í almennu umræðu að hún sé ekki þessu sett bara spurningamerki við fleira eins og varnarsamningurinn, hvað er hann raunverulega? Og ég minnst alltaf að við tölum það bara í 3 vikur. Því að það tekur tíma, það er ekki eins og að sé eitthvað bara svar, heyrðu þau ekki bara hringi Björn Bjarnason og spyrja þessu, það er ekki þannig, sko. Og það er að verða svona eðlisbreyting að þá verður allt sem að þú kannski taldi vera einhvern veginn, þá kannski hefur það breytt eðli. Bara, og þess vegna held ég að við þurfum að fara í gennum alveg rosalega, sko, þykka umræðu öryggismál. Og ég vara við því að fólk haldi að endilega sem að fólki dettur fyrst í hug að gera. Þú veist að við verðum að vera verðu í bandamenn og við verðum bara að skópla peningum í hernaðaruppbyggingu og við verðum bara að tengjast Evrópu og þú veist og helst að tengjast evrópskum her og eitthvað svona. Ég vara við, þú veist, að það sem að fólki dettur fyrst í hug er ekki endilega besta. Nei, og það í svona ástandi er það bara mjög hættulegt. Við væri núna á fréttablaðinu sem vorum forðum að þá myndi ég láta einhverja 2 að gera svona viku umfjöllun varnarsamningin. Nú þurfum við að vita hann og það sem að þyrftum að birta úr honum og við tölum fólk beggja vegna sem með á móti, sko, til að við gerum þetta með stjórnarskrán lungaður að fara að ræða eitthvað hana og svo Ísland og Evrópu og fengu blaðamanna velum fyrir hvoru tveggja, sko. Og einmitt þannig menn, það var Auðun Arnórsson, Jóhann Hauksson og nú er ég að gleyma einhverjum sem að unnu þetta og sem er mjög þarft efni og núna þarf svona greiningu á varnarsamningnum. Það bara er ekki í þessu núna, sko. Það er svona rannsóknarblaðamennska í gangi, ég hef aldrei verið hrifinn af þessu orði í rannsóknarblaðamennska. Því að mér það bara eins og hverjunu blaðamennska. Já, þetta er bara eins og hverjunu blaðamennska. En ef þú skoðar til þess áhersluna sem að Moggin er að leggja áherslu á, nú er hann í einhverju rosalegri herferðum síma skipstjóra og svona Samherja. Það er fyrir öll orkan í það. Þeir tóku rosalega sirpu skólamál af því að ég heldur að sjálfstæðisflokkurinn hefði haldið að það geti orðið svona kosningamál. Og líka í aðdraganda kjarabaráttu kennara sem var svona að byggðist upp á því að skólakerfið væri bara alvarlega veikt og svo forusta sem þar er að við getum ekki treyst henni ef við erum að fá eitthvað utanakomandi fólk til þess að breyta stefnu. Þannig að minnst þannig vera einhver svona. Svo erum við eins og Kveik í Ríkisútvarpinu, sjónvarpinu, sem mér finnst velja svona, ég veit ekki hvað svona mál hann velur, sko. Hann velur aldrei mál sem að... Þetta er ekki það sem við kalla rannsóknarblaðamenn, þetta er bara umfjöllun. Hann velur aldrei mál svona sem að snúast að kannski svona völdunum í samfélaginu, sko. Við erum að horfa á
var ekki heilt þáttur víetnamska mann sem var með mannsalið og var að reyka okkur á veitingastæði. Ég þá mista því, já. Og ég man eftir einu þætti konuna sem ætlaði að kaupa ekki Play, nei, hvað heitir Nei, Vá. En svo það var eitthvað svona Gervikona. Ég vil fá fleiri þátti það sem umfjöllunarnir samherji eða eitthvað svona sem að fara með raunveruleg völd í samfélaginu, sko. Mér finnst eins og Kveikur að við einhvern veginn mist kjarkinn, sko. Og við höfum ekkert við höfum ekki menn eins og Helgi Seljan og var hann ekki líka Aðalsteinn Kjartansson? Og Þóra fór náttúrulega, hún var ritstjóri þetta. Já. En svona, og kannski það skiljanlegt að þegar þú verður fyrir svona linnulausum árásum ef þú stígur á tærnar á valdinu, eins og ég meina Helgi Seljan hefur svolítið lýst þessu, hvernig það er að verða fyrir svona. Þetta er meira en að segja það, sko. Að þú bara, eins og til þess að þú opna MBL núna, það er bara linnulaust verið að halda þig fram að þú hafi brotist inn á okkur heimil og sértur að vera lögbrjótur, að þú ættir að vera í fangelsi. Þetta er náttúrulega þú veist, og það að einhver skuli bara ekki vera að styðja Morgunblaðið í þessu og að þetta sé stutt af, sko, að ég veit ekki af almannafé. Þetta er skrítið fyrirbæri. Þetta er bara þetta er verið að grafa undan, sko, fólki. Já, bara því sem að er nauðsynlegt í opnu lýðræðslegu samfélagi að hafa. Já, sem er ógn við þær skoðanir sem að Morgunblaðið er að verja. Já, það er bara verið að segja að ef að þú ferð gegn okkur, að þá bara myndu aldrei hafa neitt frið. Já. Það er bara svoleiðis. Herðu, en flokkarnir á þingi, það er ekkert að frétta. Ríkisstjórnin er bráðum að verða líklega 100 daga eða eitthvað. Það er að líða. Já, þetta er það er eins og hún sagði Lilja Rannveig Sigurgeirsdóttir. Hún sagði, sko, að henni finnist flokkarnir núna sem eru í ríkisstjórn vera svolítið að vinna úr því sem að fyrir ríkisstjórn skildi eftir sig. Já, það er náttúrulega þannig. Þau minna ráðherrar að koma inn í ráðuneytin og það er kannski 80% af verkefnunum eru kannski ekkert mál sem eru mikill ágreiningur þannig að þeir koma bara og taka við. Já. Ég er ekki að segja vera óeðlilegt. Nei, kannski finnst Framsóknarmönnum að það sé vera að stela af sér heiðurinnum eða eitthvað, ég veit ekki. Hún var ekki greinlega viðkvæm fyrir því. Já, hún var svolítið með það sem mér finnst vera það sem að Framsóknarmennin er að skilgreina kosningatapið, að þau hafa verið að vinna vinnuna sína, að þau hafa verið svona heiðarlegi í ríkisstjórnarsamstarfinu, hinn hafi verið að rífast, en svo þegar að koma kosningum að þá bara sáu kjósendur ekki hið góða sem að við vorum að vinna og við nutum þess ekki. Það minnst þetta að vera svona línan hjá Sigurð Inga til dæmis. Hann talar svona. Hann var bara á frontinu maðurinn, hann getur ekki, sko, þessi almenni þingmenn sem kannski voru ekki við ríkisstjórnarborðið, það er svona, hann var aftur, sko, búin að vera að víla og díla, sko, en ekki Lilja. Ég hef heyrt að hann segi þetta sama að Framsóknarflokkur hafi ekki notið þess sem að þau voru að gera og sinna. Já. Og að þau, ég meina, hún var að segja það til dæmis, að þau voru að vinna þetta með vegina sem að við langaði svolítið að því að það var bara sá kafliðilega búinn. Þetta með vegina, ég fór og flett upp í gömlu svari sem að ég man ekki hvað samgönguráðherra sem að var að svara þessu. Þetta er svar bara frá 2006 eða eitthvað. Það sem einhver þingmaður spyr hvað eyðir flutningabíll mikið af slitlagi í samanburði við fólksbíl. Og þá er það 80% bíl sem er femdur, 80% af burðargetu sinni. Flutningabíll, hann eyðir eins og 9.000 fólksbílar. Og ef hann er með aftan í vagn, eins og flestir eru þess að leiðinni til norður, að þá eyðir hann eins og 12.000. Og þá fór ég að skoða því umferðina yfir helliseiðina. Þá eru það 14.000 bílar sem að fara yfir. Þannig að einn bíl með tengivagn eyðir jafnt mikið af slitlaginu eins og allir fólksbílarnir sem fara hann yfir. Þann daginn. Já, og það verður að tala að þú veist, já, bara allt vegakerfið okkar er bara að grotna niður og slitlagið heldur ekki og menn að tala alls konar þess ekki nógu vel gert og eitthvað svona. Þetta er náttúrulega aðalmálið að þeir sem eru að eyða slitlaginu, þeir borga ekki í það, sko.
Þú veist, þeir sem bæði Eimskip á svona flutningaþjónustu og Samskip líka, sem kannski staðist í þessu, en síðan þetta líka þess fiskeldi á Vestfjörðum, að því að mikið verið að tala um vegina á Vestfjörðum. Að ég, fiskeldisfyrirtæki á Vestfjörðum ættu eiginlega bara að leggja vegina það. Því að þeir eyða þeim, þar sem almenningur að keyra, ég meina það vigtar ekki, Þeir ættu bara að fá sér 2 lítil flutningaskip og flytja þetta sjóleiðina. Það er á lengi, því að þetta er bara búm, þetta var að fara færst á markað. Ég held að sé þannig, En það verður náttúrulega að þegar var lögðar af strandsiglingar meir og minna, að þá náttúrulega færðist mikið yfir á vegina og það er erfitt að bakka út úr þessu. Segjum að þú væri með búð á Akureyri, þú ert ekki með lager eins og kannski kallinn sem rak búðina fyrir 40 árum, sem að fekk sendingarnar, alla þurrvörun og allt þetta með skipi. Þegar þú átt ekki svona lager, þannig ef við ætlum að færa okkur aftur yfir í sjóflutninga, að þá er bæði neyslan búin að færa sig yfir í ferskvöru sem er tengd þessu og bara allt verslunarrými og bara hvernig businessin gengur er búin að aðlaga sig af þessu að þetta sé keyrt. En það bara gleymdist að gera ráð fyrir því það er að leggja vegi sem að þola þessa flutninga. Og það bara hefur ekkert verið gert. Og svo er verið núna að fara að rukka rafmagnsbílana kílómetragjald. En þeir sem að raunverulega eru að slíta segjum að væri engin flutningabílar, þá getum við bara malbika til Akureyrar og svo kannski sé til eftir 30 ár, en núna er þetta þannig að við þurfum bara að malbika aftur frá næsta ári. Af því að slitið er svo gríðalegt. Og svo, ég er ekki að leika mér að skrifa þetta á Facebook, þá kom náttúrulega fólk út á landsbyggðinni og var að kvarta yfir þessu og hvort ég ætla að leggja á landsbyggðarskatt. Ég er náttúrulega ekki að tala um það. Ég er bara að tala um að það verður að vera eitthvað svona samingi á milli þess, þú veist, hverju nýta gæðin. Sá borgar sem nýtir þetta. Sá sem nýtir það í atvinnuskyni. Ég er ekki að tala um að þetta er svona það sem að... Nei, þeir eru búin að setja eitthvað kílómetragjald á rafmagnsbílinn minn. Já. Sem kannski eðlilegt að rafmagnsbílar, tíminn þar sem þú þurftir ekki að borga til vegakerfisins, hann er liðinn. Ég veit það. Það hlaut að verða, Ég held að til dæmis að þeir sem er að fá það, þeir ættu að horfa á það að byttu en ef ekki þá að rukka bara í takt við það sem eru slit. Það er ekki eðlilegt að þeir sem að reka flutningaþjónustu að þeir borgi það. Allavega eitthvað. Þetta er þungaskattur og eitthvað svona, en hann er í engu samhengi við þetta. Þeir eru ekki að borga 12.000 sinnum meira heldur í fólksbílinn, það er ekki þannig. Hvað heldur að verði annar blæri yfir Sjálfstæðisflokknum núna? Það er komin Góra í formennsku. Já, örgulega. Já, svona jákvæðri. Ég held að hún sé bara að leita að svona, ég var að heyrði eitthvað svona viðtölu við hana og mér finnst hún ennþá vera að leita að svona hvernig hún ætti að vera, Og það er náttúrulega skiljanlegt að ég meina hún er allt í náttúrulega formaður Sjálfstæðisflokksins og það er meira en að segja það. Og þú veist, það kemur bara í ljós. Og svona mjótt á mununum og það er þá einhverjir í hinu liðinu sem er ósátt, Það væri náttúrulega líka hefði farið 60-40, ekki? Jú, en þessi ævindarlega litli munur. Gerir kannski þá sem að töpuðu, tap sorry. Við nefndum nú þessar rannsóknarblaðamennsku greinilega Morgunblaðsins síma skipstjórans sem að Stefán Einar er með. Það kom fréttir af því að eins og oft er, það var umræður á laugardeginum og svo er svona kosið á sunnudeginum. Ég fór eins og aðalfund sambandsins og þá var það þannig að það var kynntar hörmunganiðurstöður á laugardeginum og svo duttu allir í það og svo var allt afgreitt daginn eftir. Þannig að landsfundurinn er eitthvað svona líka. En það voru nokkrir sem kom á seint þarna á laugardeginum, hefur kannski gleymt sér aðeins í gleðskapnum, meðan annars Stefán Einar, hann náði ekki að kjósa og þekktu stuðningsmaður, það var sagt í fréttinni, ég veit ekkert það, bara það var sagt að hann hefði kannski geta fært þetta til, hann vantar bara 2 atkvæði til þess að það er kosið aftur og Stefán Einar var sem að náði ekki að kjósa því að koma seint þarna. Það er nú svolítið aukt. Það er svona.
Eða getur ekki gert upp á milli og bara... Ég veit menn pæli þessu. Segjum að 2 hefðu kosið hérna Áslaugu meira, að þá hefði Guðrún ekki farið yfir 50%. Og þá hefði þurft að kjósa aftur. Já. Og þá hefði verið líklega að Áslaugu tekið það. Og ég er ekki haldið þessu fram. Ég bara alls ekki haldið þessu fram. En ég bara vísi í það að þeir sem að töpuðu, að þeir eru að gæla við svona hugmyndir. Að það hafi raunverulega verið vittlaus kona hafi unnið, sko. Já. Að ef að hérna salurinn hefði vitað þetta og ef allir félagsmenn hefði fengið að kjósa og það er náttúrulega, það kannski gerist þeirra svona lítill munur. Ef það væri 60-40 og þá bara verða 40% sætt sig við þetta. En ég veist að sé svona ákveðin kergja og það þýðir að Guðrún þarf svolítið að taka tilliti til þessa fólks. Þannig í staðin fyrir að fara í orustuna sem hún er ráðin til þess að gera, þá snýr hún sér alltaf svona og er einhvern veginn að sætta einhver öflin í flokknum og það getur verið mjög truflandi, sko. Já. Að vera með svona viðloðandi óanægju öfl sem að telja að þú er að taka tilliti til sín og getur verið. Já. Þetta komið ljós. Já, það gerir það, en það, kannski í þinginu, kannski, í þinginu. Hún verður að koma svolítið sterkt inn í það, því ég held að, sko, þar er Sigmundur Davíð Gunnlaugsson sem að telur sig geta náði að verða svona höfuð stjórnarandstöðunar. Þannig að Guðrún þarf að koma einhvern veginn og taka þann sessa af honum. Já, held ég. Hann er náttúrulega svona brandarakall, sko. Já, Davíð Oddsson var svona brandarakall, alltaf að segja eitthvað brandara. Í pontu? Já, alltaf var svona, mannstu ekki eftir þessu? Alltaf að hæðast að andstæðingunum. Gera lítuðu, spæla það, svona spælarakall. Já, eiga síðast orðið þannig kappi. Við vorum að hvernig vorum við að tala hérna landsfundin? Og þá var verið að tala ræðu Bjarna, þar sem hann var með svona aulabrandara hér og þar. Og ég held að ég hef ekki náð inn í það, ég var að hugsa að þetta er náttúrulega arfleið Davíðs Oddssonar sem hélt svona ræður og var alltaf með svona spælingar hingað og þangað. Og það er svolítið erfitt að ganga inn í þetta, ég held að það sé ekki svona eftir svona verðt að vera með þetta, ég held að þótt að Davíð hafi komist upp með þetta þá sé þetta ekki stíl sem er skemmtilegur, sko. Nei. Og sérstaklega ef þú ert ekkert, ef þér er ekki náttúrulegt eins og á ekki við Bjarna, að þá getur þetta verið koma alls konar skrýtna setningar. En svona framan að var þetta mjög náttúrulegt hjá Davíð, sko. Við sem voru blaðamenn í kringum hann svona upp á sárunum, sko. Og rosalega orðheppinn maður. Já, gat verið það. Já, virkilega, sko. En hérna svo seinna árin einhvern veginn var þetta nú farið úr honum að mestu, sko. Já, erfitt að finna þetta núna í leiðurum og Reykjavíkurbréfum Morgunblaðsins. Já, bara kúa ná. Ég held að þetta verði mjög erfitt fyrir Guðrúnu, sagði þannig að fólk vex með störfum sínum, eða þú veist, að rísa upp og það byrjar enginn sko fullskapaður og hún á eftir að fara þessa leið. Það sama á til þess eins og Kristrúnu út að hún hafi sko átt góða spretti og eitthvað svoleiðis. Ég held til þess að þessar sparnaðtillögur sem er eiginlega bara kemur í ljós eða bara meira og minna komna frá SA og viðskiptaráði, sko. Ég held að þetta verði ríkisstjórninni svolítið erfitt, sko. Já, þau heldur sko blaðamannafund sem var í beinni útsendingu, hún og Daði Már og veistu það kom ekkert fram. Þau voru líka bara að taka á móti einhverju frá einhverju nefnd sem hafði soðið niður tillögu viðskiptaráðs og mér finnst það bara hlægileg hugmynd að ráðherrarnir og ríkisstjórnin sé að taka það eitthvað fagnandi eins og Mósi hafi komið ofan á fjallinu með einhverja dellu hugmyndir úr SA og viðskiptaráði. Hverju datt þetta í huga? Þetta verið snjallt. Maður stöttir í þegar Vigdís Hauksdóttir var formaður fjárlaganefndar. Já, fjárlaganefndar. Og gerði tillögur með Gulli Þórðar varaformaður og þau fóru þetta, skiluðu eitthvað 270 eitthvað. Já, þetta maður leita þeim. Já, held að. Það er samstofnað í þessu. Já, og hvað hafi verið gert með þetta? Það verið ekkert gert með þetta líka. Ekki mikið? Nei. En mér finnst alltaf fundist þetta að þetta sé svona fyrsta mál ríkisstjórnarinnar að kalla eftir tillögur frá almenningi, svo kemur í ljós að þetta eru bara, veigamestu tillögurnar eru bara frá
SA og viðskiptaráð meðal annars að auka völd ríkissáttasemjara svo hann geti stoppað verkföll. Er þetta sparnað til eða hvað er þetta að gera þetta? Já. Þetta er bara gömul svona krafa frá SA til þess. Og Sjálfstæðisflokkurinn var nú með þetta stefnuskrá á síðasta kjörtímabili. Svo bara formaður Jafnaðarmannaflokks Íslands tekur á móti þessu eins og bara einhverju heilegu hafi náðust að veiða þetta upp á þjóðadjúpinu. Ég skil ekki þess að þennan leikþátt. Nei, ekki ég. Og ekki, er ríkisstjórn sem leidd af formanni Jafnaðarmannaflokksins, hún virkilega að reyna að búa til eitthvað leikþátt svo að hún geti fara að reka stefnu SA og viðskiptaráðs? Eða er það Daði og Þorgerður Katrín sem með þetta plott einhvern veginn formaður nefndarinnar, þetta Björn Ingi Viktorsson held ég. Hann forstjóri Steypustöðarans. Þetta bara einhver úr, ég veit ekki, kannski einhver trúnaðarstörf líka fyrir SA eða samtökum viðnarins eða eitthvað, ég veit ekki. Alltaf kynnt eins og þetta sé bara... Ég alltaf þann, maður. Þetta alltaf þann. Guðrún Hafsteinsdóttir kemur beint út úr borgartúrinu. Og Jens Garðar Helgason líka. Þetta B35 ríkisstjórn. Þorgerður Katrín vann hjá SA, var yfir ykkur svona mentasviði og sem var svona hugmyndunum sem er svolítið í gangi ennþá. Viðskiptaráður svolítið tekið yfir að það er svo atvinnulífið sé að gagnrýna menntakerfið okkar til þess að opna fyrir ykkur einkavæðingu og svona tækifæri til vaxtar fyrir þá sem eiga pening sig inn í menntakerfinu. Þorgerður tók þátt í því og þegar Viðreisn kom fram að þá komu með Jón Steindór sem var úr samtökum viðnaðarins og það voru miklu meiri svipur af þessum hagsmunasamtökum fjármagns- og fyrirtækjaeigenda í Viðreisn heldur Sjálfstæðisflokkum á þeim tíma. En nú verðandi fórustæður þau koma bæði út úr þessu. Kristrún var náttúrulega eins og hagfræðingur viðskiptaráðs, Kristófer Frosta. Og var líka hagfræðingur Kvikubanka sem ég var að kvarta yfir að Ríkissjónvarpið væri að kalla á greiningardeildir bankana sem hlutlausa aðila. Herðu. En hún hætti og snýði sér yfir í pólitíkina og hefði fengið mjög mikið frama þar á stuttu tíma. Ég held að það var ekki könninni núna traust á ríkisstjórninni. Ég held að við bara verið með 67% sem ég held að sé bara frábært fyrir ríkisstjórnina. Það er augljóst að hún á hellinga inneign ennþá. Það er ekki þannig að þetta fara að segja að hún sé bara eins og flesta ríkisstjórnir hafi farið alveg alls ekki og það var sem að merkja fyrir síðast að Gallup-könnun er að Samfylkingin reis upp í, ég held að hún velst með 26% fylgi eitthvað. Þannig það er... Og Sjálfstæðisflokkurinn klóraði sig upp í 21 held ég, 21,5 með aðdraganda landsfundar. Ég veit það. Ég manni í gamla daga að þeir voru svona kannanir að þeirra landsfundur og þeir voru í öllum hafa með þess að eitthvað sem hitt út á götu var að kvart yfir að við erum allt og mikið að tala um Sjálfstæðisflokkinn. Þetta er bara að gleyma þessu flokki, eitthvað svona, eins og oft fólk að hafa svona skoðanir. Við vorum að ræða um Sjálfstæðisflokkinn í aðdragandanum. Þannig að það að liftast eitthvað 1,5% í aðdraganda landsfundar er ekki góður árangur í Sjálfstæðisflokknum. Og ég stundum kíki á gamlar skoðanakannanir, furðulegt áhugamál. En þegar við erum að tala um að því að þá mældist flokkurinn stundum í 50% fylgi, 45% var nýjasta skoðanakönnun Dagblaðsins, Sjálfstæðisflokkur í 45% fylgi og það var náttúrulega, þá féll hann alltaf í aðdraganda kosninga, nú er það hætt. Munurinn sá að í þann tíma að þá þegar þú spurður stjórnmálaskoðanirnar, þá var öruggast að segja Sjálfstæðisflokkurinn. Og það svona ýktist staða hans í en nú er það ekki lengur og þessi svona sess sem hann hafði að svona það væri eiginlega normal ástand að vera sjálfstæðismaður, kemist næst í að hafa enga skoðun að kjósa Sjálfstæðisflokkinn, að hann er búinn að missa þetta og það er náttúrulega mikil breyting. Herðu, við segjum þetta gott í dag. Já, ekki bara. Herðu, kæra þakkir Sigurjón. Áhugaverðir gestir og skemmtileg umræða. Þökkum þeim öllum og við þökkum Laufi fyrir að taka upp og senda út. En ykkur þökkum við mest sem hafi hlustað og hort og breytt þessu samtali okkar í fjölmiðlun og ég minni á eins og ég geri oft að þið hafi byggt upp samstöðuna, dreifi hér í samstöðunar bara með því að segja vinum og vandamönnum frá efni sem að þið sjáið hér og heyrið.
bent á að það með finna efni okkar á Facebook, á YouTube, í öllum hlaðvarpssveitum, bæði undir nafni Samstöðunar og einstakra þátta. Og svo erum við í útvarpinu á stór höfuðborgarsvæðinu 89,1 og FM. Það má sækja þær útvarpssendingar líka á spilaran, spilari.is er á netinu, svo spilar líka app sem má hlaða niður í síman og hlusta á Samstöðun og allar íslenskar útvarpsstöðvar hvað sem er í heiminum. Við erum komin í sjónvarpið til þeirra sem eru svo heppin að skipta við síman. Þar eru númer 5 á fjarstýringunni, kannski ef til vill, ég veit ekki. Mun önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum viðskiptavinum upp á efni frá Samstöðunni, 24 tíma sólarhring, 7 daga vikunar, allan ásins hring, samfélagsumræða í þessu þætti við rauðaborðið og í öðru þáttum Samstöðunnar. Það er eiginlega undur að þessi fjarskiptafyrirtæki skuli ekki fara að dæmi símans og leyfa sínum viðskiptavinum að horfa á Samstöðuna í sjónvarpstækinu. Ég bara skildi ekki alveg. En það sem að drífur Samstöðun áfram er sá hluti áhorfenda og áheyrenda sem hafa gerst áskrifundur. Þar fáum við afl til þess að halda upp í dagskrá Samstöðunar og byggja hann upp. Ef að þú ert kannski þeirra skoðunar að Samstöðun sé mikilvæg í lýðræðislegu samfélagi, að þá hvet ég til þess að íhuga það að gerast áskrifandi. Þú gerir það með því að fara inn á samstöðu.is, það er hnappur sem ástendur áskrift. Þar getur þú skráðið fyrir 2500 krónur sem er grunn áskriftin, þú mátt borga meira ef þú vilt og því sem að kjósi getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöld inn í alþýðufélagið og það er alþýðufélagið sem á og rekur Samstöðuna. En ég þakka aftur kærlega fyrir í dag. Rauðaborðið verður hér annað kvöld klukkan 8 en njótið þess sem eftir er af helginni.